velkomin að Rauðaborðinu. Í þættinum verður alls konar. Það verður, aftast í þættinum kemur Guðrún Svavarsdóttir til mín, hún er doktorsnemi í hagfræði, kemur þetta úr heimspeki og siðfræði þangað inn, en hún hefur verið að fjalla tengsl á milli peninga og hamingju eða velsældar. Það maður ræða það eins og fólk hefur kannski gert öldum saman hvort að við verðum hamingjusamir á að meiri peninga og hvort að við eigum nokkuð tíma nóg af peningum. Svanur Már Snorrason kemur hérna, hann er bókmennafræðingur, hann hefur skrifað í ritgerð kiljuna og ægivald kiljunar yfir íslensku bókmenntum, þar sem að kiljan stjórnar í raunverulega hvaða bækur seljast og hverjar ekki. Og ég held að hann sé veltið í meira þess að fyrir sér hvort að það sé ekki skárra að fá að vera í kiljunni og fá slæmadóm heldur en að fá engadóm í kiljunni, því þá ertu raunverulega ekki til í íslensku bókmenntum. Það hefur verið mikið verið að ræða vansæld barna. Silfrinu í síðustu helgi var verið að ræða líðan barna í tengslu við snjallsímanotkun. Svo í vikunni komu svona niðurstöður rannsóknar sem að sálfræðingar í HR höfðu gert á líðan ungmenna eftir COVID og í COVID. Þannig að síðan hafa náttúrulega komið í tengslu við þetta hvort ekki upplýsingar að með mikla lyfjanotkun barna og bara kannanir sem sýna það að börnum líður ekki vel. Ég ætla að ræða við Baldvin Loga Einarsson þetta, hvort að hvaða ástæðu geta legið þarna baki og kannski hvort okkur sé gjarnt á að stökkva á okkur einfaldar hugmyndir að þetta sé allt snjallsíman að kenna eða þetta sé allt einhverju tiltöðn að kenna. Spjöllum þetta mikilvæga mál hér eftir við Baldvin Loga Einarsson líðan barna. Ragnar Þór Ingólfsson var endurkjörinn formaður VFR í gær og verður þar formaður líklega næstu 2 árin og verður búin að sitja í 8 ár. Hann ætlar að koma hérna og við ætlum að tala stöðun á VFR, stöðun á verkefnishreyfingunni, stöðu efnahagsmála, hvað þarf að gera það, hvernig launafólk þarf að sækja fram til þess að fá bætt kjör. En eins og annarlega byrjum við með frétti dagsins og það er María Pétursdóttir. Hvað er að frétta? Já, það mættu foreldrar og börn í morgun í Ráðhús Reykjavíkur. Aftur? Aftur að mótmæla skorti á leikskólaplássum. En það eru margir náttúrulega í alveg gríðarlegum vanda að nýbúið útluta plássum. Ég held að það hafi verið útlutað einhver 1600 pláss. Var ekki að útluta númerum á biðlista? Jú, og svo það er allavega 500 manns samt ennþá á biðlista. Og 500 börn? Já. Það fyrir eftir hvort maður til foreldrana á biðlistanum eða börnin. En það er sko síðan, já. Það var þau voru í Ráðhúsinu í haust og svo var fundur með borgaryfirvöldum og þau lofuðu bót og betrun. Já, það var í ágúst. Kom ekki bót og ekki betrun? Nei, það kom hvorki bót niður betrun og Dagur segir núna sko að hann sjáu nú ekki fram á þetta lægisnett. Þetta verður bara örugglega mjög svipað á næstunni. Og af hverju? Sennilega, sko það er sennilega ýmislegt sem spilar inn í, bæði er verið að loka alltaf leikskólum vegna myglu og rakaskemmda og eitthvað svo leis og ekki búið að finna nýtt húsnæði til þess að taka í notkun og þeirra býði eftir að sé búið að gera við hitt og þetta og svo En það verður til svona myglukynnslóðin af börnum sem ekki fór í leikskóla. Já, þetta er í skólanum náttúrulega bara líka núna í öðru hverjum grunnskóla líka. En það er síðan sá ég nú einhverju umræðum það að Mosfellsbær hafi verið að ætla að biðla til Reykjavíkur að fá að geyma sín börn í Reykjavík? Já, leikskólum í Reykjavík eða koma sínu börnum inn á leikskóla í Reykjavík. Hvernig dætti það í hug? Það fylgist ekki með fréttum, það er ekki leikskólapláss í Reykjavík. Nei, ég veit það. En þetta er líka, og þetta er inn í sko, til dæmis umræðuhóp foreldrana í Facebook-grúppu þar sem að foreldrar eru mjög hugsi yfir þessu múfi sko og sjá ekki fyrir sig hvernig, ég mun úr því þeir fá ekki sjálfur leikskólapláss. Þegar ekki búið til leikskólapláss þá er þetta svarað í að það er af því að það er mygla þarna eða það er af því að það er ekki búið en yfirleitt er svarið bara við höfum bara ekki áhuga á því. Líka. Við höfum bara ekki áhuga á því. Já. Þetta er ekki sett í forgang.
Ha? Þetta er ekki sett í forgang. Nei, það hafi verið reist í leikskólar sko út allan heim. Já. Og það er ekki sérstætt vandamál að reisa leikskóla. Nei. En er ekki þetta manna? Það var mannstu þetta því en fyrir nokkur mánuðum. Dagur sagði í ráðhúsinu í dag eitthvað svona að það er ætluðu líka aðtuga núna hvort að það væri hægt að gera, sem sagt veit einhverja svona styrki til þeirra sem vildu hugsanlega gera dagmaður og eitthvað svoleiðis en þeir þyrftu samt að aðtuga hvort þau ættu pening fyrir því. Þannig að þetta var svona allt sagt innan gæsalappa líka. Þannig að þau eru ekki að gera bara neitt sko. Já. Það var hann að kom þegar það voru að skera niður og bóða, það var feiknarlegu niðurskurður. Þá var sagt að einn liður í því var að fækka starfsfólki á leikskólum því að það var alltaf margir á leikskólum. Þannig að eftir að hafa verið stuttu áður þá hafði verið ekki hægt að opna leikskóla þegar vantaði mannskap. Vantaði mannskap einmitt. Átt að fara að láta gamla fólki vinna á leikskólanum því. Það? Já. Það var ekki alvörun. Þetta kemur oft þessi hugmynd sko. Er ekki að skella saman bara dvalarheimilum og... Nei, þetta var spurningum sko fólk sem væri hægt að vinna væri kannski svona prest sko. Hjúkrunarfólkið í COVID. Já. Kallað á bakvakt. Einmitt. Eitthvað svo leys. Já. Þannig að En það eru náttúrulega fólk í bæði náttúrulega lendir í því að missa tekjur og einstæði foreldrar náttúrulega lenda mjög illa í þessu. Þetta er fólk sem skulda mikið í húsnæðismálum. Já, einmitt. Og fyrir utan námslánin og eru með mikla framfærslu út af börnunum. Jú. Þannig að ungt fólk á illa við að missa út tekjur. Einmitt. Þannig að þetta og þetta vindur svona upp á sig sko og þá tala við eina móður einmitt Hvað segja borgaryfirvöld? Segja þau, já, við lofum því að leysa þetta en við erum hætt við það. Já, þau segja í rauninni bara við lofum því að leysa þetta, þau segja ekki við erum hætt við það, þau segja bara en við sjáum ekki fram á okkur takist að standa við það, sko, segja þau. Og þau segja en við ætlum kannski að skoða að gera eitthvað í því en það er ekki víst að það takist. Þau tala aldrei svona. María, ég lofaði því að vaska upp en ég sá allt í mig fram á það að ég myndi ekki gera það. Nei, einmitt. Myndur þú taka markaður svona? Nei, enda er hljóðið í foreldrum ekki gott. Þú hljótt að vera alveg brjáluð. Já, og foreldrar eru sem sagt bara eftir... Eitt er að vera svikin og annað að vera svikin með eitthvað svona útusnúningi. Ég veit það, og svona veikum rökum, sko. Þannig að þetta er bara... Ég sá eina frétt sem hann tengdi sveitafélagunum sem er svona... Já. Það er sveitafélag það sem eru virkjanir og fleira. Já. Voru að segja það að þau varu búin að hægja á að því nú er alltaf verið að tala sjálfstæðisflokkurinn er búin að ákveða það að tvöfalda orku framleiðslu í Íslandi. Já, virkjunarkosti eins og þess að. Meðal annars út af því að margir í sjálfstæðisflokknum eiga svona virkjunarleyfi í smávirkjunum og margir í sjálfstæðisflokknum eru í félögum sem ætla að reisa vindmyllur hérna út allt. Þannig þeir vilja tvöfalda orkuframleiðsluna og þá segja sveitafélögin sko hafa bara hægt á allri afgreiðslu skipulagi vegna þess að þau vilja fá einhverja sneið af orkuframleiðslunni. Og mér finnst það athyglisvert að það verið bent á það að það er ekki fasteignagjöld af virkjunum. Það er reyndar af stöðvarhúsunum en sko virkjunin sjálf er ekki sko flokkuð. Og ef að það væri sett á að það væri fasteignagjöld af því eins og er á öðrum mannvirkjum þá færu 15 milljarðar til sveitafélagana. Já, það er mikil peningur. Það er sletta peningur. En það færi líka mest til fámennari sveitafélaga. Það er eitthvað hérna í... En það er líka náttúrulega, þetta er náttúrulega líka sko, þú veist, þessi auðlinda renta í rauninni. Þetta er leið til þetta er ein leið til þess að taka hana. Já, en hún færi mjög ójafnt. Já. Þannig að sumir eins og hérna, lítill treppur á Suðurlandi, þar sem ég held að séu tvær stórvirkjanir inni, sem eru auðugur sko út af þessu fyrir. Já. Man ekki, var ekki sá sem að gaf öllum heita bótt eða eitthvað svona. Já, herði, einmitt. Þetta er til dæmis í Noregi, að þá eru mikil munur á hvort að sveitafélögin eru með virkjanir, til dæmis sumstaðir er bara ókeypis rafmagn, eða svo gott sem. Já, og ég man að ég kom einu svona hitti fólk í svona litlum bæ, og ég man ekki hvað hann heitir, það var ægifagur bær sko, það var með svona bröttum fjöllum og það voru fossas einhverjum megin og bara eins og úr einhverjum konfettkassa. Í Noregi? Já, í Noregi. Það var mjög fáið sem bygguð þarna í þessu, en þau áttu nóga peninga, áttu íþróttahús og hérna sundlög
og svo var fólkið að segja eitthvað svona, já, kannski ættum við bara að fara í sund, þessu hvað, nú er opið sundið, nei, við erum bara með lykil. Þá var það þannig. Já, einmitt. Já. Þannig að, en hvað myndi finnast þú það að ef þessu þá myndi það koma svolítið ójæft, það voru sumir hreppar, sveitafélag sem væri bara fekir nógan penning af orkunni en nönnur ekki neitt. Já, sko mér finnst að þetta vera þannig bara þegar ég sé bara allan heiminn ef að sko eitt land er rosalega ríkt og næsta land ekki, sko þá eigi að svona dreifa aðeins og ef að einhver svæði í landinu er ekki nóg rík þá eigi að dreifa aðeins og ef einhverjir einstaklingar á svæðinu eiga mismikið þá eigi að dreifa. Þannig að það eigi alltaf að dreifa auðnum. Já, það eigi alltaf að vera nokkuð jafnt. En ekki að eitt sé svona... Þá er ég ekki að segja að það þurfa að vera eitthvað alveg hnífjamt, en það verður að vera sanngjarnt. En má ekki vera þannig að einn hreppurinn fær meiri penning út af orkunni en annar út af fiskinum? Jú. Og svo einn fær svolítið mikið penning en það er svona frekar leiðilegt að búa, afskiptur. Þannig að það má vera ójæft. Það má vera, sko, ég meina auðvitað er misjafnir, mismunandi auðlindir á mismunandi stöðum og allt þetta og svo kannski skapast mismunandi álag á staðina líka út frá því sem er þar. Þannig að það þarf auðvitað að taka tillit til allra þessa hluta. En í svona grunninn finnst mér að það eigi að svona jafna þetta allt svolítið út. Þannig að það sé bara þetta jafnur. Þetta er svo staðriði vegna þess að það er talað um fiskinn og þá er að tala um auðlindagjöld og þá er yfirleitt talað út frá því að ríkið eigi að taka, segjum að séu ykkur 50 milljarðana að fara til ríkisins. Og það hefur valdið því að fólk út á landi, sem eru með miðin eiginlega í sínum túngarði, að þau eru yfirleitt taka ekki undir þessar kröfur. Þetta er yfirleitt svona 101 krafa. Að allir, að því ég er Íslendingur, þá vil ég fá hluta af arðinum að fiskinum. Þá segir ykkur býtu en ég frá Súðavík, við bara lifum á þessu og eigum ekkert annað fiskinn til því alls konar dót annað. Þannig að kannski ættum við að fara að æfa okkur í að ræða þetta. Já, hvernig eigum að skipta gæðunum? Því það er ekki endilega gefið að ég alltaf sofa allt upp eitt jólatrí, sko. Nei. Herðu, þetta var nú það. Já. En það er ekki alltaf hrynja hvað er ykkur banki að hrynja í dag? Það er bara enn annar bankin eitthvað að... Já, það er First Republic í Bandaríkjunum. Já. Það sem eru bankar og Seðlabankinn eru að undirbúa það að bjarga honum. Já. Eins og Credit Suisse Seðlabankinn var að bjarga honum. Þannig það er eitt banki á dag, eða? Það er eitt banki á dag. Það er bara eitthvað svona hrun í gangi þannig úti. Já, við vorum Ásgeir Brynjar var hérna í gær og það voru svona að vera að reyna að útskýrta. Eins og ég skildi þetta er þannig að sko hækkun vaxta og ekki verðbólga veldur álagi. Já. Og það kemur þeim í vanda sem er í vanda fyrir og svo vandinn þarf ekki að vera sambærilegur á milli. En orsökin fyrir því að bankarnir eru í vandræði núna er svo sama. Ég skoðaði hvernig íslensku bönkunum gekk að Arion banki féll 4,6% í dag. Já. Hann er fallið 8,5 á einni viku. Svo var eitt sem að gerðist með Seðlabankan í Evrópu, hann var ákveða vexti. Og út af þessu, altså nú eru Seðlabankarnir lentir í því að ef að það er verðbólga og þá er kenningin að þú verður að hækka vexti. Já. En síðan er það er svona ákveðin hætta á svona fjármála, kannski ekki hruni en svona ákveðinu efnaðis samdrætti. Það er konið svona brestir í þetta allt saman. Já. Og þá áttu ekki að hækka vexti. Nei, nákvæmlega. Þannig að menn þurfa að ákveða hvort alltaf að gera. En áttu þá að draga úr þeim eða? Nei, kannski ef það verður alvarlegt þá bara spurningum að draga úr þeim. Þannig var það í COVID og þannig var það eftir bankarinni það vexti fóru bara inn í 0 og heldust það lengi í Evrópu. Þú varst að segja mér einhverju frétt í gær að einhver hefði sko lækka vexti og... Nei, það var bara Erdogan. Erdogan. Hann lækkaði vexti þegar verðbólgunni jókst. En ég held að horfi enginn til hans sem svona hagspekings. En stýrivextirnir í Evrópu, þeir voru samt hækkaðir. Það var alltaf talað um það. Það yrði svona 50 punktar sem sagt, sem er 0,5%. Og það var gert í dag. Þannig það er eins og Evrópa ákvað það að ráðast frekar á verðbólguna. Heldur en að halda vöxtu niðri til þess að forða samdrætti. Bandaríkjamenn munu ákvæðis í næstu viku. Og Ísland. Þannig að það er svona
ef að Seðlabanki í Evrópu hefði ekki hækkað vexti, sagt bara nei, það er of áhættu samt að hækkað vexti, við getum keyrt hagkerfið niður í kreppu. Að þá held ég myndi aukast líkur á því að Seðlabanki Íslands myndi gera það sama. En af því að Seðlabankin í Evrópu hækkaði samt vexti eins og spáðar, að þá finnst mér aukast líkur á því að Seðlabanki Íslands ekki vextu 75 eða 100 punkta. En hagvöxtur heimilana dróst saman í fyrra? Já, kaupmáttur. Nei, kaupmáttur segir. Já. Hagvöxtur með hagvöxt á heilanum, það er ekki talað hana. Það er sem að minnst að við verðum að 1,7% sem er slatt í póka, það er svona 85.000 skall meðaltali á mann sem að var peningarnir, eða tekjurnar eruðu verðminni í fyrra. Af því að sko sérstaklega Bjarni Benediktsson er alltaf að þrástagast á kaupmætti heimilana. Að þá er komin tíminn til hann hætti því, held ég. Nú verður hann bara býti það súra beygja sig undir sko raunveruleikann. Já, nákvæmlega. En það var líka sko það sem að Hagstofan var að taka þetta saman og benti á að sko hlutfallslega mesta hækkunin var út af vaxtakostnaði. Vaxtakostnaður heimilana hafði aukist 35%. En það er ennþá það lítil tala þú veist, þú komið út í meðaltalið. En það er samt sko að þetta þýðir það ef þú myndir sko að þetta er meðaltal og sér að sko vaxtakostnaður hækkar svona mikið að þá getur ímyndar að við vorum að tala unga fólki sem á börnin sem að komast ekki í leikskóla. Það er fólki sem að skulda hlutfallslega mest. Þannig að þegar svona gerist að þá verður sko staða hinna yngri og skulduri miklu verri. Þannig að það verður gaman ef að kannski er þetta brjóta þetta eitthvað niður hjá Hagstofunni. Já, Heyrðu, næsta frétt, Héraðsdómur Reykjavíkur hafnaði í dag kröfu Örnu McClure, yfirlögfræðings Samherja, að fella rannsókn á hendur henni niður. Þannig að hún hefur haft réttarstöðu sakbornings, rannsóknar á leiddist það og vildi hætta því. Ég vil ekki vera sakborningur í þessu máli. Og Héraðsdómur sagði að þú eru bara að setja við það. Þú eru bara að býta það. Mér finnst það að skrítið, byrju Samherjamálið, þannig sem við veistum það. Það er þessi til ennþá. Það er greinlega til ennþá sko, en maður mann er farið að lengja eftir því að eitthvað gerist. Veistu hvað langt síðan að þátturinn var sýndur, þannig að kveikþátturinn. Það er 3 ár. Já, einmitt. Ég held þessu langt komnir hann í Namibíu með sínmál. Þeir eru náttúrulega búin að vera, þeir eru ekki eins og komin ákjara. Nei, einmitt. Þannig að þetta... Hvað er þetta að segja? Ég bara átt að meitla á því sko, mér finnst einhvern veginn alltaf, ég meina hvernig var þetta eftir bankarhrunið, það var ekki á endanum liðin svo langu tími í einhverjum málum að þetta einhvern veginn. Svona í bankamálunum var það þannig að fyrst komu margar ábendingar frá fjármálaeftirlitinu og þá var hann Gunnar Andersen sem var yfir því og þannig að voru sendar inn bara, ég man ekki hvernig tölunum var fyrst, sendar að fyrst árun eitthvað 7 og svo 30 og svo 50. Þá var upplýst að hann hefði ekki gefið réttar upplýsingar þegar hann sótti og hann var að segja af sér. Þá hætti að koma hann frá. Síðan gerðist það að var skiptur ríkisstjórn 2013 og þá var dregið snögglega úr öllum framlögum til sérstaks saksóknara. Þannig að hann sá fram á það að hann geti ekki byrjað nein ný mál, það eru vallan geti klárað þau mál sem voru á borðinu. Þannig að rannsóknum og hrunmálunum þeim var hægt með ákvörðun Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. Það er bara að passa upp að setja fólk. Og það er spurning hvort að það sé... Og þetta er margsins komið fram sko. En það er líka spurning hvort að það sé þannig núna að þetta sé bara, það sé ekki næg peningar hjá... Þetta kom raunverulega fram vegna þess að það var talað það að því að hann sagði það að þeir réðu ekki við svona stórstoflokki mál og þá var sagt að við fullviss ykkur það að það með ekki þetta peningum. Ég setja einhverja peninga í þetta en svo hafa þeir bara kannski ekki sett nóg peninga í þetta. Það var auglýst 4-laus störf þegar þeir fengu peningin. Þannig það er haldið niðri, alveg eins og hefur verið í sambandi við skattrannsóknir. Í hvers skipti sem að kemur skattrannsóknarstjóri sem að rannsakar skattsvika ykkur ráði, þá hverfur hann. Eða embættið er einhvern veginn endur skilgrind og fellt inn í skattstjóra embættið og til þess að setja losna bara við fólki sem er að skemma partíð. Sko. Bara velkomin til Íslands. Heyrðu, þetta er svona.
Héraðsdómur fellir úr gildi úrskurð persónuverndar íslenska erfðagreiningu. Já, ég var náðu ekki, ég man ekki alveg sko, hver var athugasemdin. Þeir höfðu sem sagt ekki gengið vel eða nógu vel frá að mati persónuverndar á þeirra voru að raðgreina gögn í COVID. Já, eða það var einhvern veginn, já, það var eitthvað varandi það var ekki rétt staðið að þessu held ég. Og þetta var svona þeir gerðu náttúrulega einhvern samning bara fyrst við Landspítalan eða við sóttvarnalækni eða eitthvað svoleiðis og að rannsaka eitthvað en hefðu þurft leyfi persónuverndar eða eitthvað svoleiðis. Þetta var eitthvað svona og sóttu það eftir á eða eitthvað. Okay. Ég er ekki alveg nógu vel inn í þessu en ég man þetta var svona, Kári var rosalega reiður, manstu? Já, það var mjög reglulega reiður þessu tíma. Já, þetta var yfir helgi og hann var reiður alla helgina. Já, hann var rosa reiður yfir því að það var ekki hægt að afgreiða þetta máli að persónuvernd bara núna, þannig yfir helgina. Ég man eftir því sko. Já. Og þau náttúrulega rendu fyrirtækinu sínu undir þessa aðgerð. Já, þetta var hann fannst ofta hvort það var vísindasiðanefnd sem að vildi ekki afgreiða. Það er annað fyrirbrigði sem hann er mjög ósáttur við. Já, þetta var eitthvað svoleiðis því hann þurfti að sækja leyfi hjá vísindasiðanefnd til þess að fá leyfi hjá persónuvernd eða eitthvað svoleiðis. Þetta var eitthvað svona. Hann var rosalega fúll. Svo baðast hann afsökunar minni mig. Eða svona semi eitthvað. Já, en svo hann gerir alltaf. Svo byggst hann afsökunar. Hún segir að viðkomandi sé vinur sinna. Já. Standi sér vel. Einmitt. Heyrðu, ef við förum yfir til Parísar eða yfir til Frakklands þá þröngvaði Macron frumvarp hækkun eftirlauna aldursins. Þetta er alveg stórmerkilegt. Við höfum svolítið verið að skrifa þetta á samstöðinni. Og reyndar talaði ég við Einar Má Jónsson þetta fyrir ykkur. Það sem að ekki vinnutíminn hjá þeim svo svakalega langur frá konum. En það er þess að verið að hækka eftirlaunaldur. Það geta að fara eftirlaun 62 ára og fara upp í 64 ára. Og þau eru alls svona rök fyrir því og við hefum komið fram hér að það sé bara öðruvísi svona vinnutempo og svona og ég bara þekki ekki nóg vel. Ég hef verið í París og maður sér það að þú veist, börnin eru búin í skólanum sko ganga 7 og svo þannig að það er örglega klárlega eitthvað öðruvísi heldur en víða. En málið er það að 70% af þjóðinni er á móti þessu frumvarpi. En það var svona hann taldi sig hafa sko þingstyrk til þess að koma sér gegn með stuðningi hægri manna þó svo að flokkurinn hans sé ekki í meirihluta. Og svo eru verkalýðsfélögin á móti þessu og það eru mótmæli út allt land og það er svona verið að draga kjarkin úr þingmönnunum að greiða þessu atkvæðis. Í dag kemur sem í ljós að það er líklega ekki að nást hjá honum, þannig að þingi allar geta samþykkt þetta. Þá er dregin upp ákvæði í stjórnarskránni að forseti geti í einhverjum undantekningartilfellum þröngvað í gegn lögum án samþykkis þingsins. Eitt er það nú að þröngu gegn lög. Þetta er öryggisventillinn hjá þeim. Það er öryggisventill átt að vera að tryggja lýðræðið sko, að það væri stjórnað í anda vilja lýðsins. Ekki öryggisventill til þess að vera með einræðistilburði. Þannig eitt er að þröngu upp lögum sem eru í andstöðu við vilja þjóðarinnar. En annað hann er komin gegn vilja þjóðarinnar og þingsins. Já, einmitt. En frakkar, ég held að frakkar líti svo á að þeir séu búnir í rauninni að vinna þetta af sér með því að þeir vinna sko mikið meira heldur en 8 tíma. Við þurfum ekki að taka afstöðulegs. Þjóðum vill þetta ekki, þingi vill þetta ekki. Þannig að það skiptir ekki málka við sem maður yfir. Nei, en ég er bara svona til að útskýra þetta sko að... En eins og er það, þegar við erum að tala um þetta hér, alveg eins og sama, allt sem að tengist Grikklandi, þá er Íslendingar alltaf til að segja, eitthvað, þetta er svona, eitthvað, svo vitið betur. Frakkar mega bara hafa sitt samfélag eins og þeir vilja. Já, nákvæmlega. Og ég meina við erum hérna á Íslandi, þá er raunverulega margir sem að fara sem að vera hægt að kalla snembær eftirlaun. Það er fólk vera á örorku á seinni hluta starfsævinnis. Þannig að mér finnst það frekar benda til þess að við séum að slíta okkur út við að Ættum að fara að skoða það að það sé sniðut að hafa þetta eins og í Fraklandi.
En hérna mest talað það því að þeir sem stýra umræðun í Íslandi eru þeir sem hafa unnið huggulega innivinnu alla sína hunds og katta tíð. Þeir að tala að hækka eftirlaunaldurinn upp í 70 eða fá að vinna til 75 eða eitthvað. Það meina erfiðsunni fólki er útslitið upp í 60. Já, vill bara fá að hætta átt. Hvað séttum við meira? Útlendingalögin voru samþykkt. Að meðan við vorum að tala saman í gær. Já. Ég með klippu af Guðmundi Inga þegar hann gerir grein fyrir atkvæði sínu, hvort við getum séð hana. Nefnt. Það setjum við það. Virðulegi forseti. Vinstri græn hafa nálgast þetta mál frá upphafi með það fyrir augum að ná fram jákvæðum breytingum á málinu. Við teljum mikilvægt að það komi fram hér að lögin sem samþykkt í dag eru gjörbreytt frá því frumvarpi sem lagt var fram í haust, hvað þá því sem var lagt fram í upphafi fyrir 5 árum. Allar þær breytingar hafa verið til góðs og fært málið nær áherslum okkar Vinstri grænna. Þessi málaflokkur er mjög mikilvægur og það eru risastórar áskoranir sem eru framundan og við stöndum frammi fyrir í móttöku flóttafólks. En við ætlum okkur að gera vel í þeim málaflokki og við í VG höfum skýra sýn á þennan málaflokk, sýn sem byggð á mannvirðingu og félagslegum gildum. Við viljum skýra stefnu í málefnum innflytjenda og flóttafólks sem ekki til í dag en nú unnið að undir forystu ráðuneytis míns. Ég segi já. Já. Sko, þetta eru svona skrítin rök sem kemur með að það sé VG, þetta er náttúrulega stjórnarfrumvarp sem búið fram í nafni VG. En VG hafi barist árum saman gegn innihaldi þessa frumvars og hafi tekist að laga það. Það hafi verið rosalega vont þegar það var lagt fram núna síðast og enn verra þegar það var fyrsta skipti lagt fram fyrir 5 árum og þau hafi getað eitt út úr því og það sé árangurinn. Það tekur ekki afstöðu til þess hvort þetta sé vont frumvarpið ekki. Nei. Sem að Amnesty, Rauði krossinn, öll mannúðar félög í Íslandi segja sé slæmt frumvarp. Hvernig finnst þér þessi? Ég minnst það bara svo dapurlegt en það held ég að það sé mjög eldfimt ástand núna inn í VG hjá sérstaklega ungliðanum í VG. En hann verið trúa því og ég hef heyrt þetta líka hjá fleirum í VG þeir trúa því að það sé betra þau séu í ríkisstjórninni, þau séu meðvirkar menn Sjálfstæðisflokksins heldur en þau séu í stjórnarandstöðu. Ég bara skil ekki þessi rök. Ekki? Nei, ég bara átta mig ekki. Eða ég skil rökin þannig að ég er bara svo ósamálaðum. Þannig að ég held að þetta sé ekki málið sko. Ég myndi ekki gera þetta. Ekki? Nei. Danieli Arnarsson, hann saði sig úr VG í dag út af þessu. Hann gerði það einmitt. Hann var hann ekki formaður eða framkvæmdastjóri í Samtökum 78? Jú, gott, hann var ekki framkvæmdastjóri Samtakanna. En það var hiti þarna í umræðinni, ég tók eftir að var eitthvað fréttur það að Helga Vala hrópaði að honum Ásmundi. Já, bað Ásmundum að hætta að ljúga upp á sig. Já, það sem að hann alltaf að halda því fram sko að Helga Vala sé með þessa sína afstöðu í útlendingamálum af því að hún hafi verið lögfræðingur í svona málum áður. Já. Þannig að hún sé eiginlega bara útvega sér vinnu. Einmitt. Já. Herðu, við segja þetta gott? Herðu, já. Segjum þetta gott. Ok, við höldum áfram að tala fréttir, ekki kannski dagsins, við höldum að tala fréttir gærdagsins. Ragnar Þór Ingólfsson var kjörinn formaður VR. Ég ætla að tala við henni eftir augnablik.
Já, heyrðu, það var kosningi var ferr, eins og allir vita, og Ragnar Þór Ingólfsson var endurkjörinn formaður. Til hamingju með það, Ragnar. Takk fyrir það. Ertu sáttur úrslitin? Já, mjög. Ég bara get ekki verið annað sáttur svona í... Ykkur að segja þér að þetta hafi ekki verið nóg? Það oft hannig. Jú, það svo sem alltaf hvað að segja, niðurstaðan oft svona já, menn lesa bara allt og ekkert úr svona niðurstöðu. Margir umboðsmenn ógreiddra atkvæða og... Já, svona samt í ljósi sögunar í félaginu, það hefur engum formanni, sitjandi formanni tekist að standa sér mótframboð og þá held ég að ég get alveg verið sáttur við niðurstöðuna. Það var mjög harta með sótt og úr mörgum áttum og og ég bara er mjög sáttur við niðurstöðuna. Auðvitað vill maður alltaf hafa sterkar umboð. Ég veit ekki það alveg, en er ekki góðu meirihluti gott umboð? Jú, sjálfsögðu, það er það, en þetta var svona, hvað ég segja, ég spáði, svona mín bjartasta spá var svona 60-40 og þetta var það bil. Ef ég myndi spyrja þig hvað voru kosningarnar? Ég held að kosningarnar hafi bara fyrst og fremst snúist að fella mig. Já, það snerist Ragnar Þór. Og reyna að nota til þess öll brögð. Það var ekki þá stefnu sem að fer átt að fara? Eða? Það fór minna fyrir henni. Þetta snerist meira eflingu og ASÍ-þingið og ég hafi ekki verið á myndatöku með SA eftir undirritun kjarasamning og eitthvað slíkt. Það fór allavega mest fyrir því, að meira fyrir því heldur en sko málefnunum. Því ég held að við höfum staðið okkur bara alveg gríðarlega vel í félaginu, hvað varðar það er svo mikið breytt í því sem við erum að gera að svona flesta því sem var gagnrýnt voru að gera bara ágætlega en þá var bara notið þessi taktík allt sem er vel gert er öðrum að þakka innan félagsins og allt sem er miður er mér að kenna og það er nú bara þekkt aðferðafræði og taktík sem er notið í svona kosningaslag en hún var að mínum að þetta ekki sérstaklega málefnalega en hvenær eru svona kosningaslægir málefnalegir? Það var reyndar svona, þessi var svolítið svona, mér fannst það svona svolítið hvass, verði ég að segja. Kannski er bara það var svona meira heldur en síðast. Jú, það verið sakar þar veiðuþjófnað og eitthvað. Já, og þjóðkendur á forsíðum blaðana, maður er komið kannski bara með svona þykkan skráp fyrir svona hlutum að maður hættur að kippa sér upp við það. Þú færði inn í stjórnina fólk sem hefur gagnrýndi mikið. Halla Gunnarsdóttir fekk flest atkvæði stjórnarmanna fyrir utan formanninn náttúrulega. Hún sagði upp sem framkvæmdastjóri Alþýðusambandsins eftir að Drífa Snædal sagði af sér og sagði að það væri út af erfiðleikum í samstarfi við þig. Já, meðal annars. Já, þig og fleiri. Vantalega fleiri að því að það voru erfiðleikar í samskiptum við held ég flesta sem voru í þessu forsetateymi að koma að því. Ég náttúrulega kom ekki inn í það fyrir síðar. Þannig að þú fær inn í stjórnina svona fólk sem hefur verið að gagnrýna þig. Þannig að þú munt þurfa að taka eitthvað tillit til þess. Já, sjálfsögðu. Maður tekur svona niðurstöðu auðvitað líka með þeim hætti og kannski sko, ég taki svona meira tillit til þeirra sem kjósa mig ekki þegar ég svona hugsa hvernig ég ætla að móta starfi næstu 2 ár heldur en þá sem kusu mig af því að það er einfaldara mál að halda sko sömu stefnu og sama striki síðan alltaf það maður að hlusta á það raddir sem að vilja breytingar að vilja eitthvað annað og sjá hvað maður getur gert til þess að þóknast þeim en síðan alltaf er bara félagsamsetningin hjá okkur þannig að það er ekkert stéttafélag sem er með þessa gríðalegu breytt eins og vaffer, það er allt tekjubilið, allt mentastíð og miklu líklegra að það verði allir jafn óánæðir heldur jafn ánæðir það er þannig að þannig að það er mikil áskorun að setja saman kröfugerð og það er mikil áskorun að ná ásættalegri niðurstöðu í kjarasamningum til þess að svona tala inn í sem flesta hópa. Það er ólíklegt að einhver formaður sem að
að beita sem einhverjum hætti fáir umverulega meira fylgi heldur en þetta sem þú hefur fengið 57-63. Það verður óeðlilegt ef að allur forstjóragangurinn og allir bara í VFR fara að kjósa Ragnar Þór sem formann. Ég held að hvort sem að sé ég eða einhver annar að ég held að sé bara út af samsetningu félagsins að það sé allavega mjög erfitt að tala inn í alla hópa. Ég held að það bara ég held að segja sér bara nokkuð veginn sjálft. Ég heyrði eitthvað þar hvað það var í ykkur útvarpinu, þá áttu spurður svona þetta, hvað félagi væri og spurt hvað þetta væri þá að brjótað upp eitthvað og ég ekki betur að þú verið svona næst við að taka undir það væri kemur til greina. Nei, ég tók sem sagt við erum með deildaskipt félag og við erum með deildaskipt félag þannig að við erum með deild á Austurlandi sem sagt þegar við fengum verslunarmannafélagi þar í sameinast VFR og þá var þar til deild og líkt til dæmis á Suðurnesjum að þá sameinast verslunarmannafélagi Suðurnesja beint inn í VFR og það verður ekki eftir deildar, svo erum við með deild á Selfossi og við erum með deild í Vestmannaeyjum önnur félög hafa bara sameinast beint inn og þessar deildir eru síðan með sjálfstæða stjórnir og sjálfstæða grasrót og það kannski meira svo deildarskipting sem ég sé fyrir mér til þess að fá meiri svona félagslega virkni í félagið. Það er svo svæðisbundið. Svæðisbundið, já. En nú eru þið með mikið bara láglunafólki og svo eru þið með bara með hæst launaðasta fólkið sem á launamarkaði. Jú, og þetta er alveg er það ráðlegt svona bara upp á baráttunni í heilsinni að vera að skipta upp hópum, að vera að hópa fólk niður eftir eftir launum eða menntun eða eitthvað slíkt eða ég var að reyna að nota þennan samtakamátt til þess að vinna fyrir alla. Af því að við höfum jú öll hagsmuni á því að ef við náum að lyfta botninum og þá lyftist takið á endanum með. Þannig að ég er ekki hrifinn af þeirri hugmyndafræði að fara að búa til sérstaka hópa sem að verða alltaf á endanum þannig að þeir þurfa þó mögulega ekki að fara í verkföll eða eitthvað svoleiðis. Við höfum líka rætt deildaskiptinguna út frá starfsgreinum. Það er að segja við höfum til dæmis funda með leiðsögumönnum. Ég held að það sé nú ekki leyndamál en það hefur ekki komist á neitt stig eða neitt lengra en þannig er smærri hópur sem að myndi sóma sig vel inn í félagi eins og VFR með allan þennan strúktúr og gæti styrt og nýst svona hópum alveg gríðarlega vel. Við erum með öfluga sjóði. Ört vaxandi hópur. Já, og náttúrulega öll sérfræði þekkingin og allir innviði til staðar sem að gætu Þetta er hópur sem að voru kannski svo fáliðaði fyrir nokkrum árum síðan að þurftu kannski ekki á öflugu verkefnisfélagi halda en núna eru svo margir að þau þyrftu á því að halda. En þú veist, bara sem dæmi, þú veist að þá er þetta hugsanlega en þá er ég fyrst og fremst að horfa á deildaskiptinguna út frá því að styrkja félagið innviðið þess og möguleika til þess að sækja sterkar fram meiri slagkraft en ekki út frá því að skera í sundur hópa sem að ég held að það sé ekki góð vegferð. Herðu, ástandið á verkalýðshreyfingunni, nú finnst mér svona bara, sé að koma bara alltaf fram skýrar og skýrar að það eru staðan á heimilónum og svona hættan sem að launafólk stendur frammi fyrir er bara mikil. Það voru að koma frá Hagstofunni í gær að hefði verið 1,7% kaupmáttarrýrnun í fyrra. Samt eru við með hækkunina samkvæmt lífskjarasamningunum bæði í janúar og í apríl. Við erum með samningana í nóvember. En samt eru er kaupmáttur heimilanna að skerðast. Þessu ári eru við ekki með neinar hækkanir. Og það verðbólgan heldur áfram og líklega í næstu viku hækka vextinir. Hvað vilt þú að verkalýðshreyfingin geri frammi fyrir þessu? Verkalýðshreyfingin hefur auðvitað bara eitt valkost
og það að fara saman inn í næstu samanast í þessari yfirstandandi kærlótu. Þá horfum ég rauninni bara á þetta þannig að þetta ekki spurning hvort við ætlum að vinna saman heldur hvernig, af því að annað bara ekki í boði. Ég held að fólk hljóti átta sig á því að það hittir ekki valkostur bara út af stöðunni og út af því hvernig þetta spilaðist í aðdraganda skammtímasamningsins að samtökum atvinnulífsins tókst að kljúfa hreyfinguna í sundur og búta hana niður og ég skelli skuldinni fyrst og fremst á SA í þeim efnum vegna þess að ég sá bara hlutina þannig ljósi hvernig þeir unnuðu þetta. Þegar við förum síðan og eftir starfsgreinasambandinu með samflotið inn og Tæknifólks þá verið að reyna að sundra þessum hópum nánast á öllum stigum. Við náum að klára okkar ramma eða svona á undan iðnaðarmönnum og þegar þeim tókst ekki að kljúfa okkur í sundur þá reyndi SA stöðugt að kljúfa samflotið hjá iðnaðarmönnum í sundur. Þannig að þetta var taktík sem að gekk fullkomlega upp hjá samtökum atvinnulífsins og má ekki undir nokkrum kringumstæðum heppnast aftur. Og ég bara leiði mér að vona þau fyrir reynslunni ríkari inn í samningin og mér heyrist alla á þeim samtölum sem ég hef átt og það hugmyndir sem að ég hef verið að leggja fram bæði í okkar fyrra bandalag með iðnaðarmönnum og sömuleiðis líka gagnvart Eflingu og starfsgreinasambandinu að það sé eitthvað sem að getur hugnast öllum hópnum til þess að vinna með og svo náttúrulega þarf að búa til þrýsting á stjórnvöld og það gerist ekki öðruvísi heldur en að félögin fari saman og það þrátt fyrir fréttir af ógöngu hreyfingarinnar í samskiptum að þá ég bjartsýnn en áður að það takist. En nú eru opið fyrir starfsmenn að semja, ég heldur séu inn í karpúsinu í einhverjum ótrúlega langdregnum viðræðum sem að við heyrum ekkert af. Ég býst við að þeim sé bara boðið það sama á öðrum að ganga inn í ramma sem var mótaður í starfsgreinasambandssamningunum? Já, ég held að það blasi bara við. Það verður með hörkuna sem að við mættum í samningunum að þá verður mjög erfitt fyrir önnur félög að sækja eitthvað meira heldur en það. En það verður jafnframt alltaf erfiðara fyrir félögin að sætta sig við þessa niðurstöðu vegna þess að verðbólgan meiri. Já, það vissulega rétt. Það eiginlega allar forsendur sem lágu til grundvallar í samningunum í nóvember eru bara algjörlega farnar. Og það verður mjög erfitt fyrir BSB eða eitthvað að skrifa upp á þessa samninga þess að þeir standast ekki. Þess að ég meina, ég var ekki Guðmundur Helgi, hann sagði að forsendur samningarna verður brostnir, þú hefur sagt það. Kristján Þórður svo gott sem. Út frá þeim verðbólgutölu sem koma eftir og það var nú alveg voru góð og gild rök og góð ástæð fyrir því að ég var ósáttur vegna þess að ég vildi fá þessa vísitölutryggingun í samningana sem að hefðu þá allavega gert það verkum að bæði framkoma stjórnvalda gagnvart launafólki bara almenningi í landinu með gjaldskrárhækkunum og svo fyrirtækjana sem að hafa ekkert slegið af í arðsemiskröfum og freka bætt í ef eitthvað með við það tölu sem við höfum verið að greina að þá hefði það haft afleiðingar vegna þess að þrátt fyrir fögur fyrirheit í aðdraganda kjarasamningana síðustu að allir ætluðu að leggjast á eitt að það náttúrulega blasti við að það yrðu orðin tóm og það var síðan niðurstaðan vegna þess að það engin að sína samfélagsábyrgð í þessu ástandi. Þetta bitnar náttúrulega hrikalega á fólkinu. Við erum að sjá mjög áhyggjufulla hluti gerast á fjármálamörkuðum erlendis. Við erum að horfa á vaxtastig hér rjúku upp, afborgunni lána hafa tvöfaldast. Við erum að sjá við höfum náttúrulega rætt þetta áður, við þurfum svo sem ekki að fara yfir það hvernig leigumarkaðurinn og fleira en það sem við höfum kannski ekki rætt að í kringum kjarasamningana síðustu þá settum við að verðbólgun nefnd eða svona hóp sem átti að fylgjast með verðlagi
bankarnir skuldbundu sig til þess að vera með meira gagsa í gjaldskrám og kostnaði sem fólk að borga og ýmislegt sem að við fengum inn svona í staðin fyrir þessa vísitölutryggingu og við höfum verið að funda með bæði forstjóra Haga nú síðast og fundum líka með betri samgöngum og síðan fulltrúum frá Arjónbanka sem fara með Blikastaðalandið og betri samgöngur eru með Keldnaholtið þar sem ætlar að byggja 5.000 íbúðir og ég held að séu 3.800 íbúðir sem ætlar að byggja á Blikastaðalandinu og í svona ljósi þess að fasteigna kaupendamarkaðurinn hann nánast frosinn á fasteignamarkaði og það sem að þessar stýrivaxtahækkanir eru að gera líka að þær eru að draga úr framboði byggingaverktakar eru bara að draga saman þeir bara sjá ekki fram á að geta selt þessi byggja og reynir þvert og þetta er að gerast algjörlega þvert á það sem að þarf að vera að gera þarf að við ættum að vera og ættum að hafa byrjað fyrir nokkrum árum síðan að stórfelldri uppbygging og húsnæðismarkaði en staðan er hrikaleg og það sem fólk kannski gerir sér ekki grein fyrir almennilega er að hún er ekki bara að versna staðan á markaðunum er að vera verri með það sem var eða skilur, þú veist hvað er að fara þú veist horfurnar versna já það halda örugglega margir að það sé eitthvað að gerast það sé að fara eitthvað húsnæðis átak í gang og hér er að byggja 35.000 íbúður Seðlabankinn var nú að segja þetta fyrir vikunni að framboð verður aukast ég rak augun í það og ég bara það stangast algjörlega á við allar upplýsingar sem að ekki fyrir framboð er að minnka og verktakarnir eru að draga saman það bara blasir við og það sem að líka er að gerast að til dæmis eins og Blikastaðalandið og þessi stóru byggingasvæði sem ætlar að byggja á höfuðborgarsvæðinu og Keldnaholtið það eru einhverjar 9.000 íbúður sem ætlar að byggja og hefjast handa og hefði átt að gera það fyrir 12 árum síðan að það er ekkert að fara að gerast á þessum svæðum fyrir fyrsta lagi 2026 eftir ég myndi svona giska á svona 3 ár þegar það er byrjað að skipuleggja Keldnalandið Nei, ég er að segja það, þú veist, 2026 er bjart sitt, þú veist, í fyrsta lagi og þannig að og það sem er í boði af skipulögum byggingarreitum, ég held að séum 14.001 íbúð, skildist mér á upplýsingum sem við fengum frá sambandsvettvangi sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu og það virðist vera ómögulegt að greina niður hverjir halda þessum byggingarreitum þeir eru flestir hverjir í þéttingu það þarf að iðnaðarsvæði sem þarf að rífa niður og byggja svo upp þetta er óheimil dýrt þannig að ástandið í sjálfu sér er hrikalegt staðan er að versna og það er engar líkur á því að maður sjái að það fari eitthvað að sjá til sólar í einhverju átaki eða einhverju framkvæmdum þetta lítur bara hrikalega út Nema verkefnishreyfingin mæti sameinuð og krefjist þess að verði búið til þjóðarátak til uppbyggingar á 30.000 íbúðum Við erum byrjuð, við erum að hefa framkvæmdi núna á Blæ, það er að fara af stað Það er bara ein blokk Það er bara einn blokk við erum búin að byggja 1000 íbúðir í Bjargi og það byrjaði allt saman á einni blokk þannig að Við erum að tala samningarna sem verði í haust það verða langtíma samningar það verða kröfur sem eiga að duga í 3 eða 4 ár sem að verða lagðar fram þar En við getum ekki beðið þangað til það þarf að fara í aðgerð strax og við erum að sjá fram á að allavega bankarnir byrjaði að íta á Seðlabankanum að fara hér og hækka vexti en frekar það mun íta á enn frekar á enn verra ástand á húsnæðismarkaði og maður veit svo sem ekki hvað þetta endar og hvernig óskopunum stjórnvöld ætla að hunsa það þegar að föstu vextirnir fara að renna sitt skeið og við fáum hér ennþá stærri hópa sem er að lenda í tvöföldun á greiðslubyrði á húsnæðiskostnaði
og við erum ekki að tala um einhverja 50-60 skalla, við erum að tala um sko 100.000 upp í 150.000 sem að afborganir munu hækka hjá fólki og við þurfum að semja um sko 170-250 krónar launahækkun til þess að standa undir því og það er náttúrulega hljóta allir að sjá að það er eitthvað sem að þetta er bara vandi sem við náum ekki utanum í launaliðnum en það sem hægt er að gera það er nóg til að byggingar hafi landi til þess að byggja og byrja þanga til að við fáum stóra reyti eins og Keldnaholtið eða Blikastaðalandið inn. Og hvað reytur það? Nei, sko, það er fullt af byggingarlandi, byggingarhæfum lóðum, vísvar sko í útjæri bara í Hafnarfirði, Reykjanesbæ og á landsbyðinni. Það er líka gríðalegur húsnæðisvandi á landsbyðinni og við gætum til dæmis ef við fengjum fjármagn og ég hef nú verið að kalla eftir því að fá fjármagn úr lífeyrissjóðunum í þessu uppbyggingu og við gætum hafist handa strax ef við fengjum símtal frá sveitarfélagi út á landi sem bara við erum tilbúin með lóðir fyrir 20 íbúðir eða 30 íbúðir við erum með innviðina í Blæ og Bjarg til þess að ráðast í þessi verkefni og bara hefjast handa okkur vantar lóðir og okkur vantar fjármagn hvort sem að það komi frá ríkinu eða lífeyrissjóðunum að og okkur vantar okkur fjármagn vegna þess að það eru svo dýrt að fjármagna svona framkvæmdir að við förum að lenda á vegg til dæmis hjá Bjargi að það fyrir bara að vera of dýrt fyrir okkur að byggja til þess að geta byggt inn í það kríteríu sem að við þurfum að halda okkur ramma okkur inn í. Akkur verður það svo dýrt? Meina það verður það svo dýrt að leigan verður svo há að fólki sem þið að þjóna ræður ekki við hana? Akkur er það svona dýrt? Já, það er til dæmis byggingakostnaður hefur hækkað, aðfeng hafa hækkað en eitthvað af þess hefur gengið tilbaka, timbuverð hefur eitthvað lækkað en bara fjármagnskostnaðurinn hann náttúrulega hefur rokið upp á öllu valdi og það er stór breyta í þessu og þannig að þetta verður sífellt þrengra fyrir okkur að byggja inn í það ramma sem við þurfum að vera innan við höfum líka þurft að skila inn lóðum bara út af skipulagi það er bara formhúsa eða þök eða eitthvað slíkt eða klæningar eru bara hreinlega of dýrar til þess að við getum staðið undir eða við erum með leigun á þeim stað sem að tekjurnar þola hjá því fólki sem að þarf að leiga. Hvað er þá til ráða? Já, við þurfum bara, það er náttúrulega að brjóta nýtt land. Við höfum ekki nýtt alla stoppstyrkina sem við höfum fengið, þannig að okkur vantar lóðir til þess að byggja á. Líka lækka fjármagnskostnaðinn? Lækka fjármagnskostnaðinn, já. Er það langt til lengri tíma? Eða? Já, þetta telur bara allt við getum ekki sagt að það sé bara nóg að taka bara fjármagnskostnaðinn það þarf að við þurfum að fá aðgengi að hagkvæmu framkvæmdafé framkvæmdalánum og við þurfum líka að það eru bara fjölmörgar önnur atriði sem geta hjálpað til og spilað inn í það þarf líka sjálfsagt að fara á einhverju tímapunkti að endur skoða útlundunarregluna líka. En þú segir að það sé ekki hægt að bíða til samningana sem verða eftir tæpt ár renn út í lok janúar. Þannig þú myndir vilja að myndi hefjast strax viðræðu við stjórnvöld eitthvað svona stór átök breytta húsnæðisstefnu. Þannig er það ekki bara málið. Húsnæðisstefna sem rekin hérna hún bara virkar ekki Nei, það er engin húsnæðisstefna. Hún virkar ekki, hún er bara djöfuleg. Það er ekki eins og stefnan er náttúrulega bara algjör óreiða og er náttúrulega bara svo margþrota en þetta er náttúrulega ástand sem við erum búin að búa við árum saman. Þetta er ekkert að púka upp núna. Allavega frá 2004. Þetta er búið að vera byggjast hægt og bítandi upp og náttúrulega stjórnvöld hafa náttúrulega bara það er ekki hægt að segja sofið á verðinu vegna þess að þetta hefur legið fyrir það hafa verið settir hér á starfshópar svo þegar sá starfshópur kláraði sem ég var í 2019 þá var skipaður annar starfshópur svo búið að skipa ykkur nefndir svo með reglulegu millibili kom ykkur yfirlýsingar ykkur uppbyggingu sem að Við erum með grænbók núna? Já, grænbók
Hún mjög þunn og vesæðileg með að við sko stærð vandamálsins. Já, Þannig að ég að spyrja þig, hvernig á þetta gerast? Hvernig ætlar að ná því að breyta eða setja nýja húsnæðisstefnu á Íslandi? Það þarf, sko, við getum tekið okkur allan tíma í að búa til stefnuna, en við getum hafið vinnuna. Þú veist, þetta á ekki að þurfa að tefja það. Við eigum að geta hafist handa bara nú þegar, vegna þess að við erum með innviðinni til þess að byggja og til þess að... Hvað, meiri pening? Nei, sko, eins og ég sagði á hann, það vantar byggingarhæfalóðir sem eru ekki á rándýrum þéttingareitum, sem að við getum ekki farið í stóru fasteignafélögin og keypt bara byggingarrétti á markaði sem búið að fara í gegnum sko, skipta margar hendur og búið að slíta út milljarða. Við þurfum það hækkar kannski í leiguna á hverju íbúðum sko 50 skall, bara einhvern yfirverð, einhvern braskverð á lóðunum. Ég vissi það að það væri örugglega sveitafélög út á landi sem væru tilbúin til að láta okkur hafa byggingarlóði frýtt. Og þá eins og segið, ég sé fyrir mér að Blær geti tekið eitthvað af þessu verkefnum. Þú veist að þetta er ákvörðun sem það er að taka. Þannig að vantar bara lóðurna. Þið hafið möguleikan á að fjármagna byggingu, að rúlla út módelinu sem þið hafið. Ríkið, já, við erum með innviðina til þess að byggja og farið í þessi verkefni. Við þurfum að tryggja okkur fjármagna einhverjum tímapunkti. Það getur komið frá ríkinu til þess að byrja með og síðan vonandi lífeyrissjóðirnir komið inn í það. Við erum að vinna núna breytingar á fjárfestingaheimildu lífeyrissjóða og það verið stór auknar, þannig að það þurfi ekki svona marga lífeyrissjóði. Þú veist að það er núna 5 lífeyrissjóði til þess að geta eignast svona fasteignafélag. Ég vildi að þeir hefðu bara ótakmarkaða heimild, þannig að einn lífeyrissjóði geti bara fjárfest í einhverjum svona félagi. En við erum bara í stöðugu stríði bæði við stjórnvöld og samtök atvinnulífsins sem að náttúrulega gera við okkur kjarasamningu lífeyrissjóðana að þeir eru tilbúin til þess að hífa þetta upp í 35%. Það er allsstaðar unnið gegn framförum og lausnum í þessu og þetta er svo ótrúlegt. Svo ótrúlegt að vera vitni við þessu. Það er að sjá hvaða hag til dæmis samtök atvinnulífsins hafa því til þessi svo leigumarkaðum. Ég meina það hlýtur að blasa við að hærri kostnaði við að lifa þrýstir á hærra kaupgjald og það er þú veist að skilningurinn nær aldrei sko lengur heldur en það. Þetta er svo hlutdeildarlána kerfið. Við vorum með fullmóta kerfið sem átt að gagnast sko ekki bara unga fólkinu heldur líka þeim sem hafa lent í fjárhagslegum áföllum. Við sjáum það eru 100-200 manns að sækja hverja lausa íbúð í Reykjavík. 100-200 manns og það er bara örvænting og hvað ætla séu margir úr þessum hópu sem hafa mögulega kannski lent einhvern tímann að vanskilaskrá einhverju slíku og eru algjörlega jaðarsettir á markanum, algjörlega. Þarna voru komið kerfi sem að gæti hjálpa fólki sem að mögulega lenti í einhverju hrun eða bara, þú veist, eins og bara við erum mannleg, fólk getur lenti í áföllum og við vorum með lausnir til þess að bregðast við vanda mjög jaðarsettra hópa. Það reyndist ekki lausn? Nei, vegna þess að sko lausnin sem við komum með, hún var frábær. En síðan, og það var engin ágreiningur. Við vorum með mjög svona breiðan hópa á ólíkum hagsmunum sem að voru í þessari vinnu. Við fórum til Bretlands, Englands og Skotlands og og hugmyndafræði var teiknuð upp, hún var brilljant. Síðan fer þetta inn í þingnefnd og þar kemur fólk algjörlega kalt að málum, horfir á þetta, mögulega sér þetta gagnist fólkinu bara nokkuð vel og byrjar á því að eyðileggja og rífa úrræði niður, setja alls konar kvaðir sem að gera úrræðin flóknari og rauninni mun óaðgengilegri og að lokum þannig að hún gagnaðist mjög fáum. Bara í rétti upphafi og ég held að engin svona lán farið út á seinni hluta síðasta árs. Nei, ég er að segja það, en þú veist, þetta er... Samt heyrði maður sko ráðherra benda á þetta sem dæmi aðgerðir sínar í húsnæðismálum. Já, þú veist, sko aðgerð var góð, en sko, og það var nú Ásmundur Einar með þetta mál á sín tíma og vann þetta bara mjög vel, en síðan þegar við vorum búin að skila þessu af okkur og þetta fer fyrir þingnefnd, þá kom bara Sjálfstæðisflokkurinn og eyðilaði þetta og það er ekkert flóknari það, þannig að ég verð nú að hrósa Framsókn fyrir sitt framlag í þessu máli vegna þess að það var raunverulegur áhugi til þess að leysa þetta
þetta er sami sem með til dæmis leigubremsu eða aðgerður húsnæðismarkað, kostar ríkið ekki krónu, það kostar ekki neitt. En ríkisstjórnin er frekar tilbúin til þess að eyða skattpenningum í að hækka húsaleigubæturnar sem að fara síðan beint og meira til í vasa okrarana í staðan fyrir að setja bara regluverk og spara sér stór pening. Og þetta er svo klikkað að starfa í svona mikill nánd og nálægð við þetta umhverfi og horfa á sko þetta einbeitta niðurbrot á öllu því sem að við komum með og höfum unnið að og gagnast fólkinu og samfélaginu til skemmur og lengri tíma. Þetta er bara oft og tíðum átakanlegt. Getur þú útskýrt fyrir mér af hverju er þetta svona, vegna þess að maður myndi ætla það að samtök atvinnulífsins sem er að semja við launafólk að það var þessi blóðugt fyrir samtök atvinnulífsins að horfa upp á það að þegar launafólk fær einhverja hækkun að þá er það einhverja bakvið sem að hækka bara húsaleiguna og tekur af þeim alla hækkunina sem að leiði til þess að næst þegar launafólki kemur til samninga þá gera það hærri kröfur. Maður myndi ætla það að samtöku atvinnulífsins hefðu hagað í að hafa hér regluvættan, öruggan leigumarkað til að draga úr þeim kröfum sem að launafólki gerir á þá. Hvers vegna er hagsmunir tildulega fárra braskara á húsnæðismarkaði metnir vera mikilvægari heldur en þeirra sem er að greiða út launin? Já, þetta er bara mjög góð spurning en Þú hittir þess að menn á samningafötu reglulega. Hvernig náður að hugsa þetta svona að fórna eigin hagsmunum fyrir hagsmunni örfára braskara? Ég hef oft spurt með þessari spurningu en ég held að í grunninn hlýtur þetta snúast það að hagsmunir eða þeir sem tala eða er að tala fyrir þessum þrýstu öflum eins og útgerðinni og samtökum fyrirtækja. Þar inn eru bankarnir og svona ákveðin lykilfyrirtæki eru stórir hagsmunaaðilar. Þetta er allt annað díalógur sem ég á við stjórnendur fyrirtækja sem hafa áhyggjur af ástandinu og vilja gera vel við fólkið. Það voru til dæmis fullt af fólki sem hafa voru tilbúin til þess að borga þau laun eða bara uppsett verð verkalýðshreyfingarinnar bæði núna í samningunum og síðan síðustu. En þannig er bara, allt annað upp á teiningnum þegar þú ert að ræða við þessa aðila og ég held í grunninn er þetta held ég bara þessi öfga stefna peningaflana þessi hugsun að hafa meiri völdi við fólkinu séu lífskjör, þessi lífskjörum haldi nægilega mikið niðri og þetta hlaupa bara hraðar á hamstarahjólinu til þess að þú nærði ekki einhvern veginn andrýmið að líta upp úr vinnunni vegna þess að þú þarft að borga allt sem er dýrara. Húsnæðismarkaðurinn, ég meina þetta er bara eitt form af eitt fjárfestingaform. Ég held að okkar viðsemjendur þeir horfa ekki á fasteignamarkaðinn sem einhver svona grundvallar lífsgæði. Já, bara sem svona grundvallar mannréttindi skilurðu. Ég meina ég held að við tökum bara hlutabréfamarkaðinn sem að rauk hér upp úr öllu valdi í COVID og hafði hækkað mjög mikið í aðdraganda þess og þeim peningu sem var dælt í atvinnulífið í styrkjum og síðan þarf að fyrir að hrikta í hlutabréfamarkaðnum og þá færa peningarnir sér til og að þú tekur eitt formið út sem að getur verið til dæmis húsnæðismarkaðurinn og þetta er ekki fyrst á eina skipti sem að fjármagnið leitar inn á húsnæðismarkaðinn og væntanlega ekki það síðasta ef að reglum verður ekki breytt. Þannig að tilfærsla á fjármunum til þess að peningaöflun geti grætt að þá er þetta bara eitt formið sem að peningarnir leita til þegar að kemur frost á húsnæðismarkaði og fasteignaverð hættir að hækka og vextir eru komnir alveg upp úr öllu rjári og þá væntanlega fer fjármagnið að leita svolítið þangað og svo leitar það aftur í hlutabréfin og svo leitar það aftur inn á húsnæðismarkaðin. Þetta snýst allt peninga. Þetta er þannig að eigendur fyrirtækina hugsa sér svo að auðvitað verða betra ef fólkið sem að vinnur hjá mér
byggja við örugt húsnæði og það myndi gera minni kröfur á mig. En ég vil bara ekki að við eyðileggjum þetta tækifæri sem að Jói og Siggi og Palli og Stína hafa til þess að vera að græða á húsnæðismarkanum. Ég vil að þau hafi aðgengja því að geta grætt hana eins og mikið þau vilja. Þess vegna læti ég þetta yfir með ganga. Það hlýtur að vera. Ég meina, en sko hagsmunaöflin hafa verið að þrýsta á meiri ríkisstuðning til dæmis til leigjenda. Sem styrkur til okrara. Já, til þess að mæta vanda sem var hægt að leysa með allt hætti. Þetta virðist alltaf vera lausnin. Hækkum vaxtabætur í staði fyrir að setja þak á gróða bankana. Svona hefur þetta alltaf verið gert. Að því að samtök atvinnulífsins og þrýstöflin í kringum þau vita alveg að skattgreiðendur munu borga þetta, ekki þeir sem skattgreiðendur, heldur fólki í landinu munu borga þetta á einhverju tímabúti. Það fer mögulega bara yfir á næstu kynslóðir. En öll hugmyndafræðin, hún snýst bara grunnkerfin til þess að bæta okkur upp skaðan sem að aðrir valda. Og við munum fá þessa reikninga annarkvort við eða okkar kynslóð eða næsta og jafnvel þar næsta, ekki bara fyrir þessu öllu saman, heldur líka fyrir þessum mikla hallar ríkissjóðs út af miklum og háum ríkisstyrkjum til fyrirtækja á tímum heimsfaraldursins. Og geturleysi á því að innheimta skatta af þeim sem eru auðug og fyrirtækjum og fjármagnseigendum. Já, ég meina, þú veist. En Ragnar, þú nærði ekki að bæta kjör fólksins í VR nema þú breytir þessu systemi. Það er ekki hægt að laga kjörin ef að þetta snýst það eitthvað að hækka húsnæðisbætur og má ekki breyta inn grunnkerfum. Þú nærði ekki að bæta kjörin nema í 3 korter og svo bara vestan aftur. Og við náum heldur ekki að árangur í þessu bara með því að standa sama verkalýðshreyfingin og ná einhverju lofur að pakka frá ríkisstjórninni sem verður síðan svekin jafn harðan. Ég fekk oft þessa spurningu í kosningabartunni einmitt þetta hvort að þú veist þetta var allt samstöðuleysun að kenna og ég svaraði nú yfirleitt til að við náðum aðgerðapökkum í kringu lífskjarasamningin. Við náðum að semja við stjórnvöldum aðgerðir á leigumarkaði, fara í massífa húsnæðisuppbyggingu, afnema verðtryggingu, húsnæðislegu og vísitölunni sem hefði haft alveg gríðarlega áhrif bara á verðbólgu og verðlag hér ef það hefði verið gert. Við sömdum Keldnaholtið 2019 að það er lagt til sem byggingarlandi, stórfelldu uppbyggingu. Þetta er allt óhreyft. Þetta er allt óhreyft, þetta var allt saman svikið og þá eru góður á dýr til hvers að standa saman aðgerðir frá stjórnvöldum sem er ekki treystandi fyrir horn. Og það er kannski það sem að ég hef verið að ræða við félaga minna innan verkalýðshreyfingarinnar að við þurfum að setja þrýsting strax á stjórnvöld á aðgerðir sem að verði þær ekki komnar til framkvæmda áður en samningar renna út þá er okkar að mæta. Þannig að við þurfum að finna nýja leiðir til þess að mynda ekki bara þrýsting á stjórnvöld, við þurfum að setja þetta þannig upp að þeim er nauður bara svo eitt kostur að standa við það sem þau lofuð okkur 2019 og standa við skuldbindingar sínar gagnvart samfélaginu og bara svik sín við bæði kjósendur og þjóðina. Og hvernig fer maður á því? Það er það sem við erum að ræða. Ég má ekki segja núna, þá fréttir að þeir eru ekki Halldór Benjamín að horfa. Það er húsnæðismálur stóra hluti, þú nefndir hérna breytilegu vextina. Það er náttúrulega gerast á þessu ári að gríðarlegu fjöldi heimila lendir í stórkostlegum vandræðum. Seðlabanki var að nefna það á sínu fundi að bankarnir myndu finna form til þess að mæta þessu fólki sem er að henda vöxtunum aftur fyrir. Það form er komið. Þeir bjóða ef þú hefur gefna á því að borga óverðtryggt lán með breytilegum vöxtum þá getur skuldbreytt í annuitet óverðtryggt lán
ef þú eru gefn á því þá getur þú farið í verðtryggt þannig til lán. Ef þú getur ekki greitt að því þá getur þú fristað í ótilgreindan tíma og afborgarinn að fara svo bara aftan á höfuðstólinn. Þetta allt aðgerðir sem að munu virka þangað til að eigið fé fólks verður uppurið og það mun ganga mjög hratt á eigið fé fólks í húsnæði, sérstaklega hjá þeim sem eru nýir inn á markaði og unga fólkinu og þeir sem að voru að komast kannski inn á fasteignamarkað eftir að hafa tapað öll í hruninu og eru sko útsettastir fyrir því að lenda í mestu vandræðunum. Og þetta svona, ef við horfum á hruni það sem þetta gerði svolítið bara á einni nóttu, að þá verið að, þetta svona eins og froskasúpan bara, þú veist, það verið að hægt og bítandi kynda undir því óumflýjanlega sem að verður rauninni bara hrun hjá fólki. Þetta er bara gert með öðrum hætti, það er svona verið að jórtra á heimilunum. Og þetta getur ekkit endan nema einn veg og ef það á að fara þessa leið sem að Seðlabankar er að stinga upp á þá er hann í rauninni bara að segja það að við þurfum bara að finna leiðir þannig að eigna upptakan sem að verður hér, stórkostlega eigna upptakan sem að allt blasir í að verði, að hún gerist bara með eins mildum hætti og hægt er en ekki tala það hvernig þetta er að koma í. Nei, ég minna að það var gert í dag. Þannig að fólk kemur kannski inn með 20% eigið fé, svo hækka vextina neður það ræður ekki við að borga þetta og það ítir afborgunum aftur fyrir eða leggur þær við höfuðstólskuldana og smátt minnkar eigið fé. Þannig að fólki sem er komið 20% eigið fé, að það tapar því á kannski 4-5 árum. Skemur, jafnvel, það má leiða til þess að borga því að það voru hækkaði vextir á Seðlabankanum. Og það er aðgerð sem á að hindra verðbólgu þannig að fátækustu íbúðareigendurnir munu tapa öllu eigið fé sín í íbúðunum í nafni baráttuna fyrir verðbólgu. Já, þú lýsir þessu bara nokkuð vel og það sem að getur flýtt þessu er náttúrulega ef að húsnæðisverð stendur í stað eða lækkar þá gæti þessi tími verið styttri og ef að fólk sem hefur komist út úr verðtryggða umhverfinu lendir í því aftur að þá mun bankakerfið sjá til þess að þú mun aldrei standast greiðslum til þess að komast út úr því. Það er alveg klárt mál. Að því að við vitum alveg hvernig bankarnir haga sér. Þeir hafa ekkert breyst svo lengi sem þeir hafa veðrými á íbúðinni eða þú átt einhverja eignir að þá ferð ekki vanskil. Það er engin vanskil í bankakerfinu. Þau hafa verið í lágmarki mjög lengi og það er einmitt vegna þess að úrræðin eru endalaust með það til eigið fé í heimilum fólks. Leið og það fer þá mun viðhorf bankakerfisins breytast og verða með svipuðum hætti og var hér eftir málarhrunsins. Það bara blasir við. Þannig að tilboð bankana sem að hljóma kannski eins og svona þjónusta er umverulega bara að taka yfir eignirnar sem fólkið á. Þeir náttúrulega að tryggja það að þeir fá allt sitt og leið og þeir sjá það að þeir hafa engan hag af því að hleypa þeir lengra heldur en matsverði eignarir. Þeir fara mikið yfir það, þá eru þeir farnir að tapa og það munu bankarnir ekki gera. Þeir munu þá á þeim tímapunkti byrjaðir að hirða heimilina fólki og þeir munu ekki þá sýna þeir sitt rétt andlit. Þetta er ástæð sem við erum, það er verðbólga og almenningur eru að borga hana með skertum kaupmætti og í þessu tilfellum með að eigninnar svo litla eign sem fólkið á brennur uppi. Þetta eru aðgerðirnar til þess að berjast við verðbólguna. Allt sem hefur verið gert og rauninu allt sem hefur ekki verið gert hefur náttúrulega bara gert stöðuna verri og það er ekkert í pípunum nema til þessi verra. Þú veist, það er þetta er svo ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þessu. Þú veist, það er bara svo átakanlegt að horfa upp á stjórnmálin sitja hjá vitandi af þessu ástandi, vitandi að staða versnar bara versnar og ger ekki neitt. Þú veist, þetta er bara eins og með heilbrigðiskerfið. Þú veist, það er eiginlega
staðan versnar bara og versnar. Þú veist, ég meina, dóttir okkar handlegsbrotnaði fyrir nokkrum mánuði síðan og þú veist, og þetta, við vorum heppi, við þurftum ekki að bíða nema 6 klukkutíma. Þú veist, upp á slys og þú veist, og þegar við komumst inn að þá voru bara fárveitt fólk út alla ganga, örmagna starfsfólk, alveg sama hvað þau kalla, þú veist, búin að öskra sér rallust af neyðarköllum. Þetta bara, þú veist, það sturlað að horfa upp á þetta. Setja sér á fundu með þessu fólki, hlusta á það í viðtölum eða koma fram og tala að hér sé bara allt í fínasta lagi. Staðan bara Kaupmáttur heimilanna aldrei verið verri. Graf alveg og þetta áttur að versna og svo erum við mögulega með efnahagshrun hangandi yfir okkur. Við veitum svo sem ekki hvernig að þú nefndir bráðadeildina. Það komi læknar og hjúkrunarfólk í spjall og þau hafa verið að benda á vandan áratugu saman, eða bara alla þessu öld. Og stundum segja þau eitthvað í þá veruna að þau velti fyrir sér hvort að þau sé ekki að gagn með því að vera að benda á vandan. Finnst þau bara skylda til þess. Því að þetta sé svo alvarlegt ástand og þjóðin verði að fá að vita þetta. En stundum finnst þau að þau svo búin að segja þetta svo oft að þau séu eiginlega búin að stjórnvöld séu orðið vön þessu og búin að átta sig á þau geti staðið af sér. Þannig að kannski með því að vera að benda á vandan ég bara að gera það auðveldara fyrir stjórnvöld að gera ekki neitt. Þeim hefur tekist að fara í gegnum kosningar með þetta allt saman á bakinu. Þannig með þetta því að þú ert að segja mörguleiti sömu hluti og þú ert að segja frá hruni. Við upplifið þú þetta stundum að það eru samakóð oft og þetta benda á þetta. Að kannski ertu bara að gera Bjarna og Katrínu bara greiða með þessu vegna þess að þetta verður einhvern veginn bara þessu okkur ómur í samfélaginu og þau geta staðið þetta af sér, eins og þú segir, kosningar eftir kosningar farðu í gegn á þess að verða fyrir ykkur stórkostlegum áföllum þó svo allt sé að hörna. Já, ég meina, þú veist, auðvitað veltum að því fyrir sér en að sama skapi að segja ekki neitt það gerir svo sem ekkert meira heldur. En ég er ekki að stíka upp á því. Nei, ég er bara að benda á þessa tilfinningu. Jú, þetta er alveg sama tilfinningin en þú veist, við náttúrulega erum að reyna að gera eitthvað í þessu, við erum að byggja í Bjargi og erum að koma nýju félagi Blæ af stað og við erum að reyna að fá lífeyrissjóðuna inn og það gengur hægt en maður er náttúrulega alltaf að reyna einhvern veginn að hjakka í þessu til þess að ná árangri vegna þess að ég sjálfur sér, og þetta er kannski ágætis punktur hvað það varðar, að ég er ekki að horfa til stjórnvalda með lausnir í dag vegna þess að þau eru algjörlega gagnslaus þegar kemur að því að reyna að vinna einhverja lausnir og þess vegna erum við að reyna að gera þetta sjálf með því að koma þessum húsnæðisfélögum að stað. Þess vegna erum við að leita til lífeyrissjóðuna og við þurfum væntanlega og erum að byrja núna að funda með sveitafélögunum bara ég rekna með við förum bara hringinn í kringu landið, segja bara hvar megum við byggja og við, þú veist, við erum bara að keyra þetta áfram. Þú veist, það gerir þetta enginn fyrir okkur og síst af öllu stjórnvöld og svo er þetta raunin bara spurning, þú veist, ég meina mun eitthvað bresta eins og gerðist hérna í bankarhörunni. Náttúrulega munurinn á því að ég myndi telja að við værum með mun öflugri og sterkari verkalýðshreyfingu núna heldur en við vorum með þá en hvenar er þessi svona brotpunktur hjá fólki þegar að nóg verður nóg hvað þarf að gerast nákvæmlega við erum náttúrulega að horfa á ótrúlega hluti sem að sko, ég er svo gáttaður yfir því að það sé ekki talað meira kreditsús vandræðin og hvað eru 2 bankafarnir í Bandaríkjónum First National er að bresta núna kannski hefur hann verið tekin yfir að meðan við vorum að tala saman, veitum við ekki? Já, ég skrifaði grein ég var bara að lesa hana á því og horfa á fréttinnar í kvöld og svo las ég að sé við greinu ég skrifaði í Kjarnan 8. nóvember 2021 mesta, já ég man ekki hvað ég kallaði það, mestar hrun allar tíma ég var nú með þetta sem væri framöndan þetta verið í svona síð COVID sem að skrifa þetta já, ég var undir var í miklu COVID óráði hérna er stærsta peningaból allara tíma að springa og
þetta svo sem einhver dómstags spár, þú veist, ég alltaf lesið, finnst með Michael Burry og fleirum sem að sáu fyrir efnahagshrunið 2008 og svona verið að fylgjast með hvað þeir eru að skrifa og segja og fleirum, maður hlustar ekki allavega, hlusta ég á greiningar aðalega bankana. Hagtöldi bankana, nei, en hef svona verið að garfa í þessu svolítið sjálfur og tók svona bara nokkuð gröf og tölur á þessum tíma. Við í stjórnum að tókum ákvörðun hérna í nóvember að selja hlutabréf sem að sjóðurinn átti, bæði erlendis og hér heima. Og síðan náttúrulega fór árið í fyrra eins og það var. Tesla til dæmis lækkaði helming og sem að ég skrifa í greininni og fleiri félög, ekki að það að maður sé þetta fyrir, en þetta svona einfaldar vísbendingar að eitthvað sé í stórkostlu ólægi í markaðskerfunum okkar og þarna eru bara opinber gröf og tölur sem allir grúskar geta nálgast og sett í svona sögulegt samhengi sem að ég set í greininni og það er svo sem áhugavert að sjá hver þróun hefur verið núna síðasta ár og núna í byrjun þess að hvaða áhrif þetta mun hafa veit maður ekki, en það er alveg ljóst að ef að illa fer að þá mun þetta hafa verulega slæm áhrif á íslenskt hagkerfi og bara heimilinn og kjör okkar allra og hlusta sér núna á hvern sérfræðingin og fætur öðru koma að þetta sé nú ekki svo mikið vandamál, íslensku bankarnir standa mjög vel og þetta sé svona hinsæði, það lausafjárvandi í íslenska bankakerfinu og það já, þeir eru að keppast innlánin til þess að geta þeir vantar innstreymi og hér talað svona ekkert ósvipað eins og gert var í aðdraganda bankahraunsins. Það margir sig skylda til þess að segja sér allt í lagi. Já, en ég ekki með einhverja dómstagsspár eða eitthvað svartsýn, en þú veist, mér finnst óþægilegt að hlusta á að þetta sé ekki rætt á alveglegri nótum en þetta er. Við höfum reynt það við rauðaborði, ég var að tala við Ásgeir Brynjar Þorvaldsson í gær og hann var einmitt að segja það væri eiginlega ekki talað alvarleikann í íslensku fjölmiðlum helst við rauðaborðið. Nei, men þetta er eiginlega eini miðillinn, ég meina það er bara, þetta er eiginlega, Ragnar, það er næsti viðmælandi viðurinn frammi. Við höfum oft talað saman en við höfum aldrei náð að fara yfir allt sem við ætlum að gera. Nei. Ég fæ að heyri þér fljótlega, sérstaklega þessi plön sem í sambandi við húsnæðisuppbyggingu án afskipta stjórnvalda og utan kjarasamninga. Það gera það. Bara velkomið, takk. Við ætlum að tala vanlíðan barna eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall. Já, það hafa verið umræða í samfélaginu vanlíðan barna. Það var sagt frá því fréttum í vikunni, rannsókn sem að sálfræðingar í Háskólanum í Reykjavík stóðu fyrir áhrif COVID á ungmenni og eldri unglinga fyrst og fremst. Síðan
var líka umræða í Silfrinu síðastliðina helgi sem að maður sá svona samfélagsmiðlum að fór víða og fólk var að vitna til þar sem að verið að tala vanlíðan barna og unglinga og það var vísað í alls konar hluti, aukna geðlyfjanotkun og svefnlyfjanotkun, líka kannanir á því hvernig börn upplifa eiginlíðan sem er verri. Þar var reyndar mest talað svona snjallsíma og mátti svona ráða af umræðinni að það væri helsta rót þessa vanda að börnunum og ungmennunum okkar líði ekki nógu vel. Það er eitthvað sem að segja manni að þetta sé kannski ekki alveg svo einfalt að finna einhverja eina rót af þessu stöðu og við ætlum að reyna að ræða þetta við rauða borðið og ætlum að byrja á því að fá hingað Baldvin Loga Einarsson, þetta er velkominn, sem er sálfræðingur. Takk fyrir. Herðu, það var ef ég má byrja á Silfrinu, ég var að hlusta á þetta og það voru dregna fram myndir af mikilli vanlíðan barna og unglinga og tengt við snjallsíma notkun. Það er náttúrulega snjallsímandir hafa mikil áhrif á líðan okkar og það vita þeir sem eru bara á samfélagsmiðlum að það geta svona sett sig í þau spór. En er það svo að þetta sé að grafa undan vellíðan barnan okkar? Stuttasvarið er að við bara vitum það ekki og ábyrgasvarið er við vitum það ekki. Í fljótu bragði myndi maður halda þetta hefur alla þá þætti sem maður myndi halda að myndi grafa undan geðheilsu unglinga. Þetta ýtir undir samanburð, þetta mögulega að trufla svefn, mögulega dregur hreyfingu hjá þeim, samskipti í raunheimum, mögulega minnka. Þannig að tilfinningin er þetta að þetta hafi slæm áhrif. En við þurfum að fara varlega í fyrsta lagi út af því að þegar við tölum þetta að þá erum við átt okkur á að þegar við erum að tala um geðheilsu að þá erum við að tala um ákveðna hluti. Þegar við erum að tala um þunglyndi, kvíðaraskanir, sjálfsvíg að þá er mikilvægt að við séum með á hreinu hvað í alvörinu er að orsaka að því við verðum að bregðast við þegar þunglyndi, kvíðaraskanir, sjálfsvíg aukast og þá þurfum við að vita af hverju það er og þá dugir ekki að stökkva á eitthvað sem svona í fljótu bragði hljómar eins og sé málið. Þá er það að horfa á einstaklingi sem er í vanda að við verðum að greina hvað það er. En svo erum við líka að tala svona um almenna líðheilsu. Algjörlega og líka þar ef við ætlum að fara í aðgerðir til þess að bæta líðheilsu, bæta geðheilsu að þá auðvitað verðum að vita hvað við erum að tala getum ekki stokkið á eitthvað sem okkur þetta er í fljótu bragði. Og bara það að vita hvort að geðheilsu rakar er ekkert einfalt mál. Mér finnst að flesti tala eiginlega út frá því sem bara gefnir í staðurinn að börnunum líði verð. Er það ekki svo? Sennilega er það svo. Það sem oft er vísað í eru kannanir. Kannanir þar sem börn eru spurð ertu hamingjusamur? Ertu hamingjusam? Ertu ánægð með lífið þitt? Þær tölur klárlega hafa versnað. Börn er að meta þannig að þau séu minna hamingjusam heldur en börn áður mátu sig. Fleirum sem að líður illa. Já, eða fleira allan sem segast ekki vera hamingjusamir sem kannski er ekki endilega það sama. Þannig að þarna getur haft áhrif bara að börn tali öðruvísi geðheilsu eða séu meðvitað á annan hátt. En það fer ekki endilega saman að börn segi að þeir séu minna hamingjusum eða börn núna segist vera minna hamingjusum með börn áður sögðu. Það fer ekki endilega saman við að þunglindi sé aukið eða kvíðaraskanir sé auknar eða það leiði til aukina sjálfsvíga. Það er hægt að horfa til Finnlands sem er oft metin hamingjusamasta þjóð í heimi en líka þunglindasta þjóð í heimi. Þetta er ekki samsemmerki. En við sjáum það samt að til dæmis á barna- og unglingageðdeild að þá hefur virðist hafa orðið bara sprenging í þjónustu þörf
bráðatilfellum virðist fjölga mjög mikið þannig að jú, sennilega það rétt að geðheilsa unglinga fer versnandi og mögulega geðheilsa fólks almennt á Íslandi fer versnandi en það heldur ekki einfalt að segja nákvæmlega hvenær það hefur verið að gerast. Það vísi kannski einhver ákveðin ártöl þar sem að þetta gerðist eða þar sem að aukningin byrjaði. Það ekki endilega svo einfalt þegar við erum ekki endilega með nákvæmlega tölu fyrir hvert ár fyrir raskanir almennt hjá þjóðinni. Við getum séð hver leita sér þjónustu og við getum séð sirka hvernig það aukast. Þetta ekki endilega alveg svo einfalt. Annað sem vísað í er geðlyfja notkun sem hefur aukist mikið og farið miklu neðar í aldri. Það er ekki svo langt síðan að það var næstuði óþekkt að börn var á geðlyfjum. Það var talið ekki vera mögulegt að gefa börnum geðlyfjum að því það hefði ekki verið að gera rannsóknir á því og það er ekki hægt að gera rannsóknir á börnum og þar haldið varðum ekki gefið geðlyf. Þetta er bara tími sem ég man eftir. Þú ert svo ungur að þú maður ekki eftir því. En það er svo stutt síðan sko. Já, nei, alveg rétt og auðvitað er þetta merki að geðheilsu raki og það er allt sem bendir til þess en auðvitað getur líka verið aðrar ástæður fyrir að geðlyfja notkun eykst meðal annars aðgengi að sálfræðiþjónustu sem er ekki gott og hafa fyrir batnandi og þá er oft þannig að það er leitað til heimilislæknis sem að hefur það aðgangaði að geta gefið lyf sem er frábært en það getur þó einhver leiti skýrt aukna geðlyfjanótkun og lausnin á því væri þá aukið aðgengi sálfræðiþjónustu En þú segir að við getum ekki fullyrt þetta en það er samt þannig, það er eins og að sé eitthvað hjá okkur sem að veldur því að okkur, við getum, þetta er ekki bundið við börnin. Nei, það er líka sem að bendir til þess að fullorðnu fólki bara líði ver eða upplifið að þið líði ver heldur en áður. Algjörlega. Hvað er þetta? Er þetta snjallsímanir? Það getur verið aftur, það er alveg líklegt líka. Aukinn firring í samfélaginu? Einmitt, ég meina það eru minni jöfnur, það er nú talað oft að það sé sálarbætandi að búa í samfélagi sem eru aukinn jöfnur. Þannig að við getum, ég geti nefnt svona hluti af því að það eru hluti sem ég hef áhuga á. Annar geti nefnt snjallsímana, annar geti notað óhóflega geðlyfjanotkun eða trú á einfalda lausnir og annar geti verið bara skakkar hugmyndur hvernig manneskjan er til, rangar hugmyndur að við ættum alltaf að vera hamingjusum sem er bara okkur ómögulegt að gera. Algjörlega, sko það eru nokkrar skýringar sem eru svona kannski algengasta sérfræðingar benda á eitt af því er einhvers konar nútímavæðing eitthvað í vestrænu samfélagi eða í ríkum samfélagum sem að virðist mögulega ýta undir að mista á sig þunglyndi það virðist vera ágætlega vel þekkt að síðustu áratugina að þá hefur þunglyndi aukist og þá sérstaklega hjá ríkum þjóðum eða vestrænu þjóðum og það er ekki almennilega að vita hvað það er kannski er það að samfélagið er að verða flóknara og flóknara og kannski það flókið að það er bara almennt erfitt fyrir fólk að ráða við það misskipting hefur nefnd einmannaleiki sem að tengist líka uppbroti stórfjölskylduna sem áður var svona stærri held en núna eru búin að vera kjarnafjölskyldan í 50-70 ár og einmitt og þarna kom inn mögulega bara breytt gildi samheldni sem hefur kannski minnkað einstaklingshyggja mögulega aukist þetta allt getur maður sér fyrir sér og hafa sérfræðingar bent á og gæti verið að ýta undir versnandi geðheilsu og þarna var alveg verið gerða góða rannsóknir þar sem hafa verið skoðaðir menningarhópar innan samfélaga til dæmis skoðað Amish fólkið í Bandaríkjunum og þar hafa þau séð að þar virðist geðheilsan vera betri sem er þá stærra þéttara samfélag og fleiri sem að til er þínum innsta hring og aðri þættir einfaldara samfélag allir með sitt hlutverk margt sem að getur komið inn en það virðist vera einhver þróun sem er í gangi Þetta er þróun sem er miklu lengra aftur heldur en snjallsímanir gerir þannig blá. Og er það þannig að það má merkja það að svona vellíðan okkar hafi farið að hörna áður en GSM-in kom eða snjallsíminn? Já, það virðist vera frekar skýrt að
að mistókstið þunglindi hafi aukist og geðraskanir almennt hafi mögulega aukist allavega sumar þeirra og þetta nokkra áratugi eftir tíman sem að menn hafa tekið eftir þessu þannig að það klárlega margt annað en snjallsímar og þó að það sé líklega þannig að snjallsímar eru þáttur sem skiptir máli að það hjálpar heldur ekki að benda bara á hann og gleyma öllu öðru og kannski skiptir að máli að snjallsímanir koma ofan á svona þróun einstaklega síkjun og allt þetta hefur hent snjallsímanum inn 1950 þá hefur kannski haft önnur áruf það hefur verið annars konar samfélag þetta getur við náttúrulega aldrei svarað ég man að þegar ég var svolítið út í Afríku þá var eldri maður síðmiðaldra var að flytja aftur til Tógó frá að hafi verið læknir í Þýskalandi og hafi verið þar í held ég hafi verið rétt tæplega 40 ár og ég var svona að spyrja hann þetta og okkur hann var komin aftur og svona hann sagði ég ætla ekki að verða gamall í Evrópu og þá var hann að vísa til þess að þegar hann náttúrulega fór frá Tógó og þá var sko þorpið meira atrið og sumuleita það að leysast upp núna þannig að Tógóð sem hann fór frá ekki til lengur en það var þessi hugmynd að þegar hann kemur frá Afríku og fylgist með Evrópu þá þetta samfélag sem hann bara vill ekki hann bara tristir því ekki það verður svo mikill einmannaleiki í því það er svo mikill kuld í því að ég ætla að fara gamall í Tógó þannig hann eiginlega að vísa til þess sem við höfum verið að benda á hér algjörlega og maður heyrir þetta svo smátt frá fólki þegar flytur til annara landa frá Íslandi oft upplifir meiri samhælni og það gerir fólk oft hamingjusamt finnur þessu breytingu það er líklegt að það sé þáttur sem skiptir máli að fólk sem að býra erlendis uppgöta það að nágrannar helsast sem að því miður bara eða var allavega ekki til í íslensku menningu sko þannig að við ættum kannski að vera að hugsa svona hluti já, alveg pottþétt að hluta til eru einhverju svona hluti sem skipta máli og einmitt eins og segir ég hef tekið eftir þessu erlendis bjó eitt sumar í Bandaríkjunum og maður sér að maður getur kynst einhverjum út á strætóstöð það gerist ekkert á Íslandi og þetta er það góð tilfinning og það er einhver tengsl og auðvitað skiptir máli hvernig samfélagið og hvernig menningin það hlýtur að áhrif en snjallsímanir og netið það er líka margt slæmtar þannig að við erum ekki að tala um það að það sé engin vá þar, það er ekki svo alls ekki og mér persónulega er bara mjög illa við snjallsímaþróunina og samfélagsmiðla þróunina mér finnst blasa við að það hljóta að vera margt neikvætt í þessu og ég þetta vinn með börnum og unglingum allan daginn sem er í geðrænum vanda og oft er það bara þannig að þetta ýtir undir einhverja slæma þróun þannig að já, þetta augljóslega er ekki það er eitthvað sem við þurfum að gera þarna það er eitthvað sem við erum ekki ná utanum og hvern sem maður tala við að þá sér maður að margt þarna er ekkert í samræmi við þau gildi sem við höfum sem samfélagi það gildi sem við höfum sem fólk en á það við börnin það sem ég var líka að hugsa þegar ég horfa á Silfrið þannig var miðaldra fólk og ég sagði það var ekki bara skemmtilega að heyra börnin tala um þetta sko, en við erum ekkert skárri sko, það sé að ég býst við að börnin sem þú ert að tala við segi það foreldrarna, þau séu alltaf í snjallsímanum já, algjörlega og nei, einmitt ólíkt hvernig fullorðin fólki og börnin tala um þetta börnin og unglingarnir þau segja bara eins og að þeim finnst gaman að vera þarna og margt jákvæmt við þetta og nota þetta og ég segja hvernig forsætisráður þegar það eru sýndað myndinir á þingi og stjórnarandstaðan í ræðustól það var nú svona það er bara þannig og ég meina þarna vera oft talað stytta athyglisspönn vera að tala stöðugt aðgengi að manni stöðugt aðgengi að neikvæðum fréttum þetta er líklega að þetta sé að hafa slæm áhrif en við þurfum ekki endilega að vera komin að niðurstöðu með hvaða áhrif þetta hefur á geðheilsu til þess að vilja gera eitthvað í þessu þetta vitum við bara hver okkar gildi eru og hvað okkur finnst rétt og getum alveg brugðist við því á þess að þurfa að vísi að þetta sé að valda sjálfsvígum eða hvað það er það er kannski að byrja á því hvort það sé sko kurteisi að þegar ég er að tala við eitthvað sem ég er ekki sammála ég er að vera í símanum á meðan sko. Algjörlega. Þannig að mætti byrja á að klípa af þessu bara með þeim mætti Já,
klálega. Og kannski hérna það eru oft talað, ég held að við nú verið talað um eitthvað í tengslu við þessu, þegar er svona kvöldmáltíðin í fjölskyldunni sem er að fólk sé saman í þennan hálftíma sem að tekur að borða og þegar við erum að hugsa svona á þessu einstaklingsleveli að þau auðvitað vita foreldrar miklu leyti hvað það sem er gott fyrir börnið þeirra. Þau vita að það er gott að vera í samskiptum og geyma síman á matatímanum og hitta vini sína og hreyfa sig og borða holt og sofa vel. Þannig við þurfum einhver rannsóknir á áhrifum snjallsíma til að vita það og foreldrar geta alveg fylgt í eftir. En eitt með þetta að það virðist vera líka að þó að þróunin hafi verið síðustu áratugi þannig að geðheilsu raki að þá virðist vera samt að í kringum svipaðan tíma og samfélagsmiðlarnir koma fram að þá taki þetta auka stökk að geðheilsa versni hjá unglingum upp frá þeim tíma sem auðvitað gæti verið vísbendingum að þetta hafi áhrif en þar hefur líka verið talað um efnahagshrun niðurskurð í þjónustu, skólakerfinu forvörnum og svo framvegis. Ég var að lesa grein eftir Bertrand barna- og unglingageðlækni á Landspítalanum frá 2001 það sem hann var að tala um þetta hans tilfinning væri að þessi mikla aukning hjá þeim væri út frá því að það hefur bara tekið þessi ár fyrir þessi áhrif að koma fram eftir að það var skorið niður í skólakerfinu og svona margt sem að þetta hafi áhrif þannig að þetta eru margir þættir sem að geta haft áhrif sömuleiðis er verið að tala að aukningin sé sérstaklega hjá ungum stúlkum hjá unglingsstúlkum og að þunglindi að vanlíðan sé að aukast hjá þeim sérstaklega og við veitum að þær nota samfélagsmiðla meira heldur en drengir og auðvitað getur það verið þá sterk vísbending um það að samfélagsmiðlarnir séu þarna af áhrif en aftur getur verið að sé aðri þættir líka til dæmis vitum við að þunglindi mun algengara hjá konum heldur en körlum þessi áhrif koma fram upp úr kynþroska kynþroski er að færast fyrr og sömuleiðis geti verið að einhver áhrif í samfélaginu hafi þó bara meira áhrif á stúlkur út af því að þær eru viðkvæmari fyrir þunglindi þannig að eins mikið það virðist vera að snjallsímar og samfélagsmiðlar hafi mikil áhrif á geðheilsu og við þurfum örugglega að bregðast við því að þá viljum bara ekki að við notum það sem einfaldar lausn í staðin fyrir að horfa á flóknari mál í samfélaginu sem að kannski skipta miklu máli. Þú þarft ekki að trúa því að samfélagsmiðlarnir séu höfuðorsökin til þess að fallast á það að það sé gott að hafa einhverja takmarkun á því hvað börnin eru og til einhver svona útivista tíma samtakamátt foreldrarna til þess að eiga öðra. En varðandi tíma sem við lefum svona undir einstaklingshyggju, það er hérna núna í haust þá höfðum við hér til umræðu grein sem að kona sem að sálfræðingur hafði unnið í unnið sérst innan NHS í Bretlandi var að tala um að það var ekki alltaf einstaklingsmiðaðar lausnir þá var nú að tala gegn lyfjum og líka þú veist atferlismeðferðum og svona stundu þyrftum við sko félagslega lausnir stundu væri sko sálræn vanlíðan okkar væri tengd sko félagslegri stöðu og öðru slíku og við ættum að fara að ræða það, hvernig getum við sko bætt geðheilsu með sko félagslegum aðgerðum. Það er ekki alltaf hægt því það eru þeir sem að líður illa út af sko félagslegri stöðu, það er eiginlega hún tók svona nokkuð dæmi að sko svartur maður sem að finnur fyrir að hún sé haldið niður á vinnustað á okkur á hann að fara í einhverja sko sjálfstyrkinga meðferð eigum við ekki bara að glíma við rasismann og svo þú getur ímyndar hvernig þetta heldur áfram þetta er ekki alltaf sko lausnin er ekki alltaf lyf eða einstaklingsbundin meðferð til þess að ég geti styrt mig til þess að fara út í óréttlátt samfélag. Algjörlega en það er flóknara að skoða þetta flóknara að komast að eitthvað niðurstöðu það tekur lengri tíma og er meira mál að breyta þessum þáttum en auðvitað er fullt af svona þáttum sem skipta máli en síðan fyrir okkur sem sálfræðinga þá auðvitað er þetta ekki eitthvað sem við getum verið að horfa til eitthvað leita til okkar, við segjum ekki að við þurfum bara að breyta samfélaginu núna
þá auðvitað þurfa að vera með einstaklingslausnir þar en ég held klárlega það eru sálfræðingar sem hafa tekið sem þekkir kannski betur að vera jesúistaprestur sem að var frá Suður Ameríku sem að talaði mikið svona félagslega atriði sem að eru en það en málið er að okkur líður verð og við hefum náttúrulega að ræða það í samfélaginu það er náttúrulega það er ekki við getum ekki hlusta á það að hér sé allt í lukkuna velstandi og við höfum að rána með hvað okkur gengur vel ef að bara margt bendi til þess að okkur líður bara verð og börnunum okkar og verðum að finna einhverja leiðir og við höfum að ræða það og fyrsta leiðin náttúrulega horfast við það. Já, algjörlega. Og sem betur fyrir verið samfélagi að vera að fara í þá átt að fólk tjá sig meira, það er meiri aðstoð í boði, betri viðbrögð við því að tjá sig geðheilsu. Þannig að vonandi er það að vera rétt átt. Fleiri tala sín megin og fleira sem náttúrulega gríðalegt gagna því, fólk sem stígur fram og við, þannig að við skynjum hvort annað, eða skiljum sjálfum okkur í gegnum aðra og reynslu annara. Þannig að það er miklu meira. En mikilvægt að muna að það er eitthvað sem við skiljum ekki, það er eitthvað sem við vitum ekki hvað er að gerast og við þurfum að halda áfram að reyna að komast að því. Gerum það. Höldum þessar umræðu áfram hérna við Rauðaborðið. Baldvin Logi Einarsson, takk kærlega fyrir að koma hérna. Takk fyrir að bjóða mér. Nú ætlum við að fara að tala eitthvað allt annað. Við ætlum að tala bókmenntir og ægivald Kiljunar yfir íslensku bókmenntum eftir augnablik. Eitt af því sem var rætt á Hugvísstaðþingi var Kiljuna sem er langlífur þáttur á Ríkisútvarpinu bókmenntir í stjórn Egils Helgasonar. Það var Svanur Már Snorrason, bókmennafræðingur sem tók þetta fyrir. Hver eru áhrif Kiljunar á íslenska bókmenntir? Þau eru í stuttimáli sagt ansi mikil. Það er alveg greinlegt að þátturinn hann hefur mikil áhrif á til dæmis sölu á bókum, lán á bókasafnum og ýmislegt fleira sem tengist bókmenntalífinu okkar litla landi og þessi þáttur svona hann ber dálítið höfuð og herðar yfir aðra, hvað varðar í það minnsta áhuga, getur við sagt. Það er mikið horft. Yfir aðra bókmenntaumfjöllun. Já. Sem er náttúrulega orðin lítil í prenti. Nákvæmlega. Einu sinni hefði það þótt undarleg hugmynd að sjónvarpsþáttur gæti verið leiðandi í bókmenntaumfjöllun. Það er rétt. Það er einmitt það sem kemur að í byrjun varðandi þessari ritgerð og hvernig Egill kemur inn á sviðið 2007 inn í sjónvarpið og náttúrulega þú ert búin að vera lengi í blaðamennsku og ég líka aðeins og þetta er náttúrulega dregist geysilega mikið saman í dagblöðum og tímaritum og þetta er í raun og veru komið á netið á bókmenntasíður þar til dæmis jafnvel bara Facebook-grúpur, svona hálfgert Goodread og fleira sko. Það er fólk að skrifa á Goodread og... Já, alls konar sko, en... Sem er svona svipað og fólk að skrifa bara á TripAdvisor. Já, nákvæmlega. Það er dálítið vinsælt sko. En það var náttúrulega fyrir, kannski 25 pluss árum að þá voru náttúrulega fleiri blöð. Helmitt. Og flest af þeim voru kannski ekki fyrir 25 árum, kannski 30-35 árum með bókmennagagnrýni. Já, einmitt. Það hefur minnkað mjög mikið, alveg geysilega mikið og í staðinn má segja að þá hafi mögulega Egill komið og fyllt inn í eitthvað ákveðið tóm sko. En þetta er sko langlífasti samfelldi menningarþátturinn á RÚV sko. Þetta er orðin 16 ár og áhorfið er mjög mikil og síðan náttúrulega fór ég að skoða prime time, þetta er bara eftir fréttur og Kastljós. Já, nákvæmlega sko. Og ég fór meira að skoða sko sjálfur sér þó þetta hef ég klárað þetta í bókmennafræðinni þá myndi ég segja að þessi ritgerð hafi frekar verið sagnfræðileg og kannski dálítið blaðamennskuleg og ég átti satt best að ekkert endilega vona á því að efni er í samþykkt vegna þess að ég er ekkert með einar fræðilegar pælingar í þessu beint þannig að þetta er kortlagning, þetta er hálfgerð sagnfræði sko. En þá náttúrulega kemur bara í ljós að það er náttúrulega ekki til þáttinn
í svona formi, í einhverju lengri greinum eða ritgerðum. Þannig að ég laði þetta til við Úlfhildi sem að leiðbendi mér og hún samdi þetta og bara kerði þetta í gang. Þú segir að þátturinn hafði mikil áhrif á sölu, það líklega það selst vel sem að tekið fyrir í þættinum, ekkert það sem ekki tekið fyrir lítið og það sem talað vel að það selst þátturinn þannig áhrif. Algjörlega. Það stjórnar bara þannig ef að þú ert ekki út bók og færð dræma dóma í Kiljunni, þá getur þú bara glemt. Já, mestu leyti. Líklega samt betra að komast að í Kiljunni og fá slæman dóm heldur en að komast ekki að. Þá er þetta ekki til. Já, þá ert ekki til og svo alltaf svona eins og samkvæmt minni reynslu, ég var náttúrulega lengi á bókasafni og ég raun og veru byrjaði á ritgerðinni á þeim tíma og við sjáum að til dæmis við bara á bókasafni, við sáum bara eftir miðvikudagskvöldin, á 50 dögunum, þá streymdi fólk í safnið, það hringdi, það setti inn pantinn á netinu og það var allt á eina bókina lært. Það var þessi bók sem Kolbrún eða Palli eða einhverju voru að tala svo vel er hún inni, er hún til? Og það var alveg gríðalegur áhugi. Við sáum þetta bara, þetta var svo mikið, við tókum þetta bara niður. Það voru 2 konur sem skrifuðu bara alltaf niður hvaða bækur komu fyrir og hann við flýttum fyrir, það var alltaf í örtröð, bara hvað var í Kiljunni í gær, það sem var fekk frábæra dóma, það var bara brjálaða billisti og svo fólk verið að lesa þá bók bara út árið. Já, svo alltaf eins og ég nefndi við að þó að komast í þáttin og fá lélegan dóm það alltaf einhverju sem eins og mér það finnst gaman að skoða bækur sem að fá mjög slæmadóma, alveg svo bíómyndir, en það kannski 1 af hverjum 10. Þú nefnir Egil, en náttúrulega af þessum gagnrýndu þá Kolbrún búin að vera, þannig að hún ekki búin að vera allan tíman? Jú, ég held það. Þeir hafa aðrir komið og farið, þú nefndir Alla Baldvins og sem hættur. Þröstur Helgason. Það hafi verið endurnýjun, en Kolbrún Kolbrún þannig að ef þetta snýst dómana, þá eiginlega Kolbrún valdamesta manneskja í íslensku bókmyndaheimi. Já, ég held að það sé bara 100% það er bara ef hún hrifin af bók þá selst hún. Þetta er náttúrulega eitthvað sem ég skoðaði líka hvað varðar verslanir, til dæmis eins og Pennin Eymundsson, ég hafði samband við verslunarstjóran niðri í miðbæ, Rúnar Loa og hann segir þetta bara náttúrulega í ritgerðinni bara beinum orðum, bara ef bók kemst í Kiljuna og fær góða dóma þá sjáum við mikla hreyfingu. Það er bara mikil sala í kjölfarið og aftur á móti bendir hann bara alveg svo ég með bókasafni að ef þetta er alveg glataða dómur eða hörmulega bóka eða eitthvað þá hreyfist hún voðalega lítið og hann líka segir að þetta bara sé svo ábyrjandi mikið. Þetta er ekki eins og jú, hann hefur einhver áhrif. Nei, hann hefur bara mjög mikil áhrif. Og það sem er ekki mikið annað sem er að hafa áhrif, þá er þetta náttúrulega bara drottnandi áhrif. Þetta er það. En til þess að það sé að fullir að Kolbrún sé valdamest, að þá er ekki nóg að hún stuðli að því hvaða bækur seljast og hverjir ekki. Nei. Heldur yrði maður eiginlega að sjá það fyrir sig þannig að þar sem að hún hefur þetta vald, hvað selst og svona, þá leiðir það til þess að höfundar skrifa svolítið upp í smekk Kolbrúnar Bergþórsdóttur. Já. Er það þannig? Þetta er skemmtileg spurning. Þetta er rannsóknarspurning. Já, það var þetta að skrifa heilmikið með þetta og bæla mikið þessu. Og það er eiginlega að greina áhrifin sem að hafa verið af Kiljunni og Kolbrún og Agli yfir hennar tíma, hvort það sé að sjá merkjanlega mun á bókmyndunum. Nákvæmlega, nákvæmlega. Heldur það sé hægt? Já, mögulega, ég er ekki alveg samt viss. Ég tók alveg eftir í á hugvísindaþinginu að ég var spurður mjög mikið eftir þáttinn sem var bara jákvætt, skemmtilegt
en þar voru einmitt ýmsir voru að spyrja einmitt út frá þessu sem þú varst að segja sko og þá þurfti ég náttúrulega að svara því að þetta væri meira kortlagning og meira svona saga þáttarins og áhrifin og allt þetta en svona hvernig rithöfundar myndi bregðast við gagnrýni og fleira sko og hvaða aðferðir gagnrýndu væri að beita, ég var kannski ekki mikið í því sko en þetta er auðvitað skemmtileg pæling sko, ég meina ef þú ert með gagnrýnanda sem er mjög áhrifmikill og er búin að vera í sjónvarpinu í 15-16 ár og er ennþá þá er mögulega að skoða þetta eitthvað út úr því sko en hins vegar að því ég var að nefna hérna með eins og verslun, eins og Penny Neymundsson og fleira að ég heyrði nú í honum JPVF, Jóhanni Páli hann er nú hættur eða svona sestur í Helgastein í dag Legstur í ferðalög? Já, akkurat sko og hann sagði bara berum orðum ég býð á hverju miðvikudagskvöldi sko og liggur við á bæn að bækurnar mín að fá góða dóma og hann sagði það bara sama og Rúnar og í versluninni að þetta hefði bara úrslita áhrif á hvort bók myndi seljast eða ekki þannig að þetta var svona frekar afdráttarlaust allt í raun og það sem ég nálgaðist þetta allt, hvort sem voru bókasöfn eða verslanir, útgáfur og fleira, þetta er bara risastórt fyrirbrigði í íslenska bókmyndaheiminum og hvort þátturinn sé góður eða ekki Þú varst ekki vel að það? Nei, það verður hver einn að meta það sko en, Þú horfir á þáttinn? Já, ég horfi á þáttinn Getur þú greint svona hvers konar bækur frá frekar góða dóma en ekki þarna? Nei. Er eitthvað svona tegund bóka sem á ekki upp á pallborðið? Nei. Það er svolítið svona meginströms þengjandi. Já, það er það sko. Þetta er hérna eins og Egill náttúrulega segir sjálfur, hann reynir að nálgast þetta á frekar alþýðlegan hátt heldur en fræðilegan hátt en nei, ég myndi nú ekki alveg geta svarað því sko, hvernig bækur væru helst teknar eða þú veist í þessu samhengi en ljóst er allavega að góð bók, góð dómur bók, hvernig þessi bókin er, hvort það er skáldsaga, örsögur eða hvað sem er sko að þetta er náttúrulega bara nánast eins og hálfgerð lottóvinningur myndi ég segja falla að smekk Kolbrúnar Bergþórsdóttur. Já, ég held það sko. En umfjöllunum bækur hefur náttúrulega áhrif á bækunar. Já. Það er út af til dæmis hvað er lítil umfjöllunum bækur í dag. Já. Að þá er helst að höfundar geti komist í svona persónuleg viðtöl. Já. Það tók eftir því að maður veldi fyrir sér fyrir einhverjum árum hvort að það hefði kannski áhrif á höfunda og útgefendur og þeir var eiginlega að hvetja fólk til þess að skrifa eitthvað slíkt. Þetta ekki til að skrifa bók pappaðinn. Eitthvað svona það sem hefur verið að reyna að búa til vöru sem að fellur af þessu brenglaða fjölmiðla umhverfi sem við erum með. Já, einmitt. Það er alveg rétt í það sko. En það er náttúrulega ekki þannig viðtölu í Kiljunni, þannig að Kiljan er bókmenntaþáttur. Hún er ekki að narra höfundana til þess að fjalla komið í persónuleg viðtöl sem að vill svo til að þau hafa skrifað bækurum. Nei, ég hef ekki, það er meira svona eins og að maður sjái, þú veist, eins og maður sá alltaf einu svona ári hjá Mogganum að Arnaldur kom sko, það vildi bara tala Moggan sko, engan annan að því að mannar og eitthvað slíkt og svoleiðis kynningarviðtöl en það er ekki svona þessi stóru viðtöl við einhvern höfund þú veist, hálftíma langt viðtal eða neitt svoleiðis skilur. Þetta er meira bara verið að þessi klassíska sko uppbygging að spjalla bækuna sko og Páll Baldvin mitt tjáði sig hérna eftir fyrirlesturinn að hann hristi nú bara hausinn yfir þessu sko hann semst að vera þarna í 5 ár sko bara álæginu og hann var mjög fúll yfir að fá bara 10 mínútur í að tala kannski 3 bækur
og skiptaði með Kolbrúnu, þannig hann fær bara 5 mínútur þannig hann fær bara 2 mínútur á hverja bók. Akkurat sko og Haukur Ingvarsson hann var hérna líka og hann talaði þetta á svipaðan hátt sko að þeir voru svo sem ekkert að tala neitt illa eiginlega þáttina neitt svoleiðis, heldur bara þeim fannst þetta ekki gott fyrirkomulega. Það er náttúrulega engin umræða. Það eiginlega bætir enga umræðu að vera að setja hana inn í formið sem svona meginströms sjónvarp. Það er ekki að draga neitt vit í gegnum Kastljós eða Silfrið eða Kiljuna. Nei, það er bara þannig. Já, þess vegna er það yfirleitt þannig að til þess að svona sjónvarp getur verið gott, þá þarf eiginlega að vera svona bunki af góðum blöðum sem að halda einhvern veginn svona einhverjum kjöl í umræðinni sem að sjónvarpið getur síðan endurspeglað. Ég held að sé ekki ætlast þess að sjónvarpið ráði að halda eitt uppi vitrænt umræðu. Ég held ekki sko. Það sé ekki fræðilega möguleiki út af tímanum að því að þetta sjónvarp er náttúrulega byggt upp á því að þeir sem eru að horfa hafi ekki áhuga. Þetta eru gömlu sjónvars það sem að var sko 3 ára barn og 91 árs gömul amma í sófánu fyrir framann og þú þurftir eiginlega, mátti ekki ganga fram að athygli spanin eins þeirra. Þannig að það má ekki eyða orðum á eitt eða neitt. Nei, akkurat og þetta er einmitt aldrei það sem endurspeglar þennan þátt bókmenntaumræðunar í dag. Við höfum annars vegar sko þetta stóra dæmi sem er Kiljan og þess að ég ætla eitthvað að vera að gagnrýna. Þetta er meira svona... Þetta er ekki sök Kiljunar, þetta er sök að þau vantar allt annað. Já. Og svo einnig líka bara að þátturinn sem slíkur það er verið að fjalla nokkra bækur á mjög stuttum tíma og þetta er pínlítið svona aktu taktu, skilur. Þetta er, þú veist, þú fer ekki heim, þú nennir ekki eldaði kvöld og fer áttu taktu og þú nennir ekki að lesa kannski rosalega langan dóm í TMM eða einhver staðar og þá gott að horfa Kiljuna og fá svona á ekki svo mörgum mínútum svona það helsta sem er í gangi en eins og þú bentir á er bara hárrétt að þessi miðill sem slíkur eins áhrifamikill hann er og svona hann, ég meina, ef ég færum út í einhverju myndi detta í huga að gera 3-4 tíma bókmenntathátt í sjónvarpi segjum á sundum frá 10 til 2 eitthvað svoleiðis. Ég er ekki viss að það er mikið áhorf en ég ætla ekki að fullyrða það. Nei. Það er annað sko, annars verður ertu að búa til efni fyrir fólk sem hefur takmarkan áhuga og þá ertu bundin af tímanum eða þú getur ekki gert efni sem er bara ætlast til fyrir þá sem hafa áhuga þá ertu náttúrulega með færri í salnum en þú bæði getur talað það í lengra máli og dýbra máli, þú getur kynnt hluti sem að fólk þekkt ekki áður og annað slíkt sem að þú getur ekki gert í stuttaforminu. Nákvæmlega sko. Og mögulega er það sko þessi nálgun sem að Egill hefur haft í gegnum tíðina að hafa þetta svona alþýðilegt og ekki og fræðilegt og svona létt spjall en samt alltaf með ákveðinni niðurstöðu. Þessi bók er þetta eða þetta, skilju. Þetta virðist allavega fólki virðist líka þetta ágætlega með hvað þetta þú meinar að samtölin við gagnrýnendurna er beint inn á það að koma eitthvað svona sterk hugmyndum það hvort það sé góð bók. Þetta er næstu í stjörningjöf. Þetta er ekkert annað stjörningjöf sko. Þetta er ekkert annað. Bara í 7 setningum. Já. Eitthvað svo leys sko. Sem er svo sem allt í lagi, það er ákveðin kurteisi ef ég spyrir þig hvernig var myndið svo sást í gær og segir bara hún var fín hún var bara það þýðir bara 3,5 stjörna það er svona að tala fólk saman en það er náttúrulega ekki kannski ritdómur. Nei, það er ekki beint að kalla þetta ritdóma per se, skilur þó að gagnrýnandi sem búin að lesa alveg heil mikið, ég meina hann fær örfá mínútur til að fjallmynda og þar alveg er þetta ekki mjög djúsi eða neitt svoleiðis en hefur samt greinlega mjög mikil áhrif. Herðu Svanur, takk fyrir að koma inn á Rauðaborðinu og segja okkur frá Kiljunni sem allir þekkja. Takk fyrir mig, takk fyrir að bjóða mér hérna. Herðu, við ætlum að snúa okkur að öðru, nú ætlum við að fara að tala hamingju og peninga eftir augnablik. Eilífu spurningum er hvert er samspil peninga og lífshamingju auðs og
lífsfyllingar og hingað komin Guðrún Svavarsdóttir sem hefur verið að rannsaka þetta. Þetta er ekki lítið sem þú leggur fyrir þig, þetta er svona vangavelta sem fólk hefur verið að hugsa mikið og oft, það ekki? Jú, og ég reynir nú að afmarka mig mjög mikið og ég bara skoða mjög ákveðna kima þessa sambands en jú, þetta er í stór spurning þannig séð. Já. Sumir segja að peningarnir forði manni frá því að verða ómikið samur. Það er betra að eiga einhverja peninga. Ég held að það sé eiginlega nauðsynlegt að eiga einhverja peninga. Eða allavega að hafa aðgang að einhverjum peningum til þess að... Ég kannu að það var sagt þegar fátækt bankar og dyrnar þá flýgur haminginn út úr gluggann. Eða ástin út úr gluggann. Já. Það er svolítið þannig. Já, ég held það. Að einhverju leiti allavega. En ég held að þetta sé samt ekki alveg línulegt samband, sko, þannig að það er kannski ekki það með sagt að þú getur bara aukið hamingjuðina endalaust ef þú færið endalaust á peningum. Nei. Ég held að það sé ekki þannig. Nei. Það sé ekki gott að ef að þú trúir því að þú getur bætt hamingjuna bara með því að auðgast meira og meira, það er ekki... Ég held, já, bæði að það sé kannski ekki gott að halda það, en ég held að það sé líka bara vitlaust, ég held að það sé ekki þannig og rannsóknirnar hafa að benda til þess. Það er allavega dvínandi. Hvernig rannsóknir? Er ríka fólki spurt hvort það sé lukkulegt og segir að það sé bara ekki lukkulegt? Það er ekki alveg svo einfalt. Við erum sem sagt notum, í mínir rannsókn þá erum við búin að vera að nota rússnesk gögn, þar sem fólk er beðið að segja hversu mikið hversu háar tekjur það þarf til þess að vera við mismunandi velferðarstig. Þannig að hversu mikla tekjur þarf þú til þess að telja þig og fjölskylduna þína, vera rík eða þið séu rík eða fátæk eða bara við meðal velferð með aðra í Rússlandi. Og það eru mjög skýr tengsl á milli þess hversu mikla tekjur þú ert með og hversu mikið þú telur þið þurfa. Þannig að þeir sem eru ríkir, þeir telja sig þurfa meira til þess. Ósegðandi. Já, einhverju leiti, en ég held að sé líka það að þú bara venst öðru sér hlutum, þú telur kannski sumt vera nauðsynjar núna því þú ert með tekjurnar til þess að halda þeim lífstíl við sem þú kannski ert síðan ekki, þú bara ert ekki á þeim stað þegar þú ert fátækur, þannig að þú kannski telur þið ekki þurfa jafn mikið til þess að ná endum saman þegar þú ert tekjuminni. En segir þetta þá að eiginlega allir vilja aðeins meira? Já, eiginlega. Það eru mjög fáir sem telja sig vera búin að ná þessu og fólk náttúrulega vill alltaf vera aðeins meira en það er náttúrulega alveg fólk sem segir að tekjurnar sem það er með séu tekjurnar sem það þarf til þess að vera ríkur. Þú veist, það er náttúrulega alveg fólk sem svara þannig. En það er ekki tengt tekjustíginu, það eru sumir í þessu þrepi sem segir þetta og sumir í öðru þrepi sem segir þetta. Þannig það er eitthvað allt annað heldur en tekjurnar sem að skapa þessa tilfinningu. Ég held, nú skil ekki alveg hvað við. Nei, því að sumir í kannski segjum millitekjunum segja þeir sem er nóg, sumir sem eru með hæstu tekjunum segja þeir sem er nóg, að þá myndi ég draga álegt að það er eitthvað annað sem ræður í hvort þú uppfyllir það að þú set með nóg heldur en tekjurnar. Já. Þannig að þeir sem er í millitekjunum og fara upp í efsta þrep og eru ósáttur í milliþrepinu, þeir verða ekkert endilega sáttari þegar þeir koma upp í efsta þrepið. Nei, og sumir, ég kannski myndi segja aðra upphæð en sem doktorsnemi en forstjóri einhver stórfyrirtækis. Ef við vorum bæði spurt hversu mikla tekju þarftu til þess að vera við meðal velferð, þá er það örugglega ekki sama upphæð sem ég myndi segja af því að það eru tengsla, af því að þú veist, þinn veruleiki er svolítið mótast af því hvað þú þekkir og hvað þú hefur, hverju þú hefur tök á. Þannig að það eru mjög mikil tengsla milli þess hvað þú ert með eða hvað þú varst með og hvað þú telur þið þurfa mikið til þess að ná endum saman til dæmis eða að finnast þú vera ríkari en aðrir í landinu. En ef þú myndir spyrja mig meðal velferð, ég þyrfti bara að hugsa hvað í veröldin er það? Já. Meðal velferð? Svona meðal við, þú er í raun orðað þannig meðal við aðra í sama landi, þannig við erum að nota rússnesk gögn núna í þessari rannsókn sem ég er að klára og þá er fólk beðið að bera sig saman við aðra í Rússlandi, þannig að þú ert
hvað heldur þú þurfi mikið til þess að hafa það svipa gott og aðrir meðalmaður í Rússlandi og það náttúrulega bara hefur bæði, það líka hefur áhrif á því hvar í Rússlandi þú býrð, hvort þú býrð í sveit eða borg og hversu menntaður það hvernig þú svarar þessari spurningu. En tengist þetta svona hvort að fólk sé sátt eða með lífshamingju, tengist því ekki? Við náttúrulega erum óbeint, í þessari rannsókn ég ekki að skoða kannski lífshamingju almennt, ég að skoða meira svona efnaðslega velferð sem þá kannski þrengri skilgreining, það náttúrulega hefur örugglega rosalega mikil áhrif á lífsánægju en það ekki það sama, ég myndi ekki segja að efnaðslega velferð væri það sama og lífsánægja eða lífshamingja. En þið finnst skipta máli hvort að fólk upplýsi hvort að sé svona nálægt meðaltalinu, sé svona venjulegri stöðu? Finnst mér að skipta máli? Já, það verið að spyrja það, þann sem með litla tekjur, hvernig hann upplifir sig í svona sambandi við meðaltalið í landinu, samfélaginu. Já. Já, mér finnst það ekki, ég náttúrulega bara að nýta þessi gögn. Þetta ekki gögn sem ég sendi ekki út þessa spurningakönnun til Rússlands. En þú gæti skoða bara hvernig fólk hefur, það bara að skoða tekjurnar og svona þess, en síðan það hvernig fólk upplifir. Já, það skiptir máli. Og það líka bara tvennt sem ekkit endilega sama, sko. Og ég hef skoðað aðeins íslensk gögn en þau eru ekki svo þau eru bara yfir 2 ár og svona, þannig að það erfitt en þar hef ég skoðað hvar fólk upplifir sig efnaðslega með aðra á Íslandi og það sem svo áhugavert að það halda bara flestir 50% Íslendinga í þessari könnun töldu sig vera við meðal vera í miðjunni. Það voru það ekki. Ég meina það get ekki svona margir þú veist, og það bara sama hvar þú ert í rauninni í tekjudreifingunni þá voru samt alltaf 50% næstu sem töldu sig vera meðal. Þannig að 50% þeirra sem voru sannarlega fyrir neðan meðaltalið töldu sig vera í meðaltalinu. Já. Og 50% þeirra sem voru sannarlega fyrir ofan það töldu sig vera í meðaltalinu. Já, sirka, ég man ekki nákvæmlega en þú veist það er alveg stór. Ég held að sé viðmiðunarhópurinn. Við berum okkur saman við erum náttúrulega svolítið hólfaskipt. Ég ber mig saman við aðra í háskóla samfélaginu í kringum mig. Fólk sem vinnur ekki þar ekki að bera sig saman við sama fólk og ég ber mig saman við. Þannig ég held að það skipti máli. Við ímyndum okkur að við séum að bera okkur saman við allt Ísland en ég samt bara að bera mig saman við fólkið í kringum mig. Ég bý í Hlíðunum og vinn í háskólanum þannig það fólkið sem ég ber mig saman við. Ég ekki að bera mig saman við eitthvað sem býr á Ísafirði eða einhvers staðar út á landi af því að það bara ég veit ekki hvernig það þannig ég held að það hafi rosalega mikil áhrif og maður náttúrulega kannski umkringdur fólki sem mjög líkt manni og þar heldur maður kannski maður sem með fólki í kringum mann. Það var nú lengi talað það sem kost á Íslandi var einmitt hvað verið lítið að maður þekkti svona svona breiðara hvað þessar litrófa fólki heldur en ef maður væri í einhverju stóru samfélagi og væri bara lokaður inn í einhverju skúffu þar sem maður þekkti bara annað. Heldur að þetta sé að breytast á Íslandi? Að við séum umgangast bara fólk sem eins og? Ég náttúrulega, kannski veit ekki alveg hvernig þetta var, en ég held að það sé pínu miskilningur. Þetta hafi verið svona? Já. Ég veit það svo sem ekki, en ég held satt að segja að við svona viljum að Ísland sé svona jafnt að miklu leyti og það kannski sé það ekki alveg mikið. En kannski þetta breytast og þú veist, þó það tengist nú ekki því sem ég að rannsaka sjálf tekjur og hamingju en ég held að núna eins og staðan núna á húsnæðismarkaði að þá kannski byrja að myndast þessi meiri gjá og milli fólks á Íslandi. Það kemur náttúrulega fram núna að það ekkert ungt fólk sem getur keypt nema með aðstoð foreldra. Já, og ég held að núna kannski það var ekki raunveruleikinn fyrir 30 árum. Nei, og ég svona persónulega hef smá ágjur af því að það muni valda, þú veist, nema við stjórnvöldu eitthvað stígi inn í núna til þess að reyna að sportna við þeirri þróun, þá held ég að þetta geti verið haft svolítil mikil áhrif á ójöfnuð á Íslandi í framtíðinni, ef það verður bara þannig af því að núna, ef þetta heldur áfram svona, þá ef ég kemst til dæmis ekki inn á
húsnæðismarkaðin þá hef ég ekki þetta rými til þess að spara til þess að hjálpa mínu barni til þess að komast inn á húsnæðismarkaðin samanborið við einhvern annan sem væri þá í sömu stöðu og kæmist inn á ég náttúrulega komin inn á húsnæðismarkaðin þannig ég ætla ekki að láta þess að ég sé en þú veist þar ég hef þetta rými núna til þess að safna aðeins fyrir barninu mínu sem getur þá kannski komist inn á húsnæðismarkaðin en ef ég kæmist ekki þá bara myndi þá byrjar þetta bara að myndast af því að það þarf bara einn að komast inn ekki komast inn til þess að næsta kynslóð eftir allt sem að það kemur fyrir neðan þannig að ég held að núna sé mjög mikilvægt að reyna að hjálpa En það mín reynsla að það auðveldar að tala stéttamun við yngra fólk heldur en eldra út af þessu af því að húsnæðismarkaðurinn afhjúpar svo stéttaskiptingu að það bara þú þarfst að vera sofandi til þess að sjá það ekki en það hins vegar að því að við erum í hólfum þá kannski eldra fólk sem að sér þetta ekki nefn fyrir en að það uppgöta það að það getur ekki stutt börnin sín og kannski ef við tökum bara miðlungstekju fólk í miðlungsstóru húsnæði en þau eiga 3 börn og það ekki hægt að taka auka lán út á húsnæðið fyrir öll börnin þannig að fólk að átta sig á þessu upp eftir aldrinum líka sko. Og þetta, þú veist, þetta mynda þá smá svona sömu menningu og í Bandaríkjunum þar sem fólk byrjar strax að safna fyrir menntun barnanna sinna þegar börnin fæðast til þess að börnin komast í þó þetta sé ekki menntun hér heldur húsnæðismarkaðurinn þá þetta og ég held að sé verra í rauninni að þarna í Bandaríkjunum að því að menntun hefur svo mikil áhrif en þetta er samt alveg eitthvað sem við þurfum að passa sko þannig að þessi skynjun fer vaxandi líka við val á skólum og fleira sem maður getur spilað inn í að þú vilt að barnið þitt fari inn í betri skóla í millistéttarhverfunum sem eru bara tengsl ég held að þetta sé hugsun sem að var ekki til á Íslandi en svona að fæðast og þetta, ég er nú bara að vona að mitt barn komist inn á leikskóla sko þannig þannig ég er ekki komin alveg svo langt að komast inn Nei, ég held að þetta hafi komið fram í máli Berglindar Rósar og fleiri þetta eftirsóknin eftir því að komast inn í millistéttarskólana sem eru, þú veist, valið á hverfum snýst að sömuleitu þetta og þetta sem ég var að tala þetta hefði verið öðruvísi þá ég kannski, þegar ég var ungur maður og eða bara unglingur og var að vinna á sumrin að þá var maður að vinna með fólki úr öllum stéttum, þess að börnum fólks úr öllum stéttum, ég held að það sé ekki þannig lengur að maður sé að vinna með börnum ríkafólksins, ég held að þau fari bara eitthvað allt annað þannig að það var meiri svona blönd eða svona hvað er það að segja, tala á milli stétta ég held að það sé orðun en það er ekki það sem þú fórst að rannsaka Nei, það er ekki það sem en á hverju fórst að rannsaka þetta tengsla á peningum og lífshamingju það er kannski svolítið svona náttúrulega svolítið tilviljun náttúrulega eins og margt í lífinu en ég er með grunn í heimspeki og fór þaðan í siðfræði og þar fannst mér ég ekki skilja nóg í hagfræði til þess einhvern veginn að skilja af hverju að verða að taka alls konar ákvarðanir sem eru það oft eru efnaðslegar ástæður. Og virka siðlausar. Já, og mér fannst, þú veist, kannski á yfirborðinu fannst mér það alveg fáránlegar með það sem ég var búin að læra á minn bakgrunn og sérstaklega kannski í svona umhverfismálum af því það var á svo stóru, mér fannst bara augljóst að við ættum að sporna við gróðurhúsa áhrifum en síðan voru bara hagfræðingar að segja að það væri ekki hagkvæmt að gera það og svona og ég bara skildi ekki hvernig það var hægt að, þú veist, í fyrsta lagi var ég ósammála niðurstöðun en síðan bara skildi ég ekki hvernig þið gáttu fært rök fyrir þessu. Kom þannig þeir niðurstöðu að sé ekki snjallt að láta almannahag stjórna ferðinni? Almannahag núna, þú veist, já. Almannahag til lengri tíma. Já, þetta er oft, og ég vildi skilja þetta, þannig ég skráði mig í nokkra hagfræðikúrsa og endaði hér í doktorsnámi í hagfræði og þar grunnurinn í hagfræði það sem er kallað nytjaföll sem sem sagt að allir einstaklingar séu með einhverju svona óbeint alltaf að reyna að hámarka sína eigin hamingju og það er margt sem spila það inn í eða hámarka sínar nytjar eða velferð eftir hvað kalla það Það drífur fólk áfram. Að það drífur fólk áfram og það kannski mjög margt til í því og þú veist, siðferðiskenndin getur alveg komið inn í þetta, það skiptir mig máli
að vera að breyta rétt, þannig það hefur áhrif á mína velferð. Þetta er yfirleitt peningalega velferð sem að hagfræðin mælir. Já, hagfræðin er nefnilega einmitt. Þannig þetta er svolítið þannig að allir sé hugsa ef maður myndi orða raskat á sjálfum sér. Á yfirborðinu virkar það þannig einmitt og það var þess sem ég vildi skoða þetta. En það sem er bara, vandamálið er sem sagt að hagfræðin reynir að fjalla það sem er hægt að mæla og það er langa auðveldast að mæla peningana. Þannig komst ég einhvern veginn inn í þetta. Það er langa auðveldast að mæla allt sem við getum bara séðin á bankareikningum okkar. Það er mjög erfitt að mæla hvað heilsa skiptir með miklu máli af því það er ekki til í peningum og það er náttúrulega fullt af hagfræðingum sem hafa reynt að leysa þetta með því að finna peningalegt virði alls konar hluta til þess að geta setta inn í þetta netjafall til þess að við séum með betri mynd af því sem raunverulega skiptir máli af því við vitum öll að peningar eru ekki það eina sem skiptir máli. Þú getur spurt hvern sem veit að það skiptir máli. Börnin okkar skipta máli og það er ekki af því að þau kosta svona mikið. Og þú getur alveg hitt, já. Þannig að ég hafði bara áhuga á þessu og inn í þessu sambandi er samt alltaf tekjurnar eru einhvern veginn alltaf grunnurinn, hagfræðilega séð. Þannig að ég vildi bara skoða það samband og það hefur verið hafa margir sett. Þannig ég er ekki beinleinis að segja til dæmis að tekjur sé það eina sem skipta okkur máli. Heldur ég bara að skoða hvernig skipta tekjur okkur máli. Þannig ég er komin alveg ofan í þetta netjafall. Af því að skilja þessi tengsl betur skiptir máli til þess að reyna kannski að leiðrétta smart sem ég finnst ekki alveg rétt innan hagfræðinar eða rétt svona í praxis þó að í hugmyndirnar og forsendurnar almennt eru kannski frekar skýrar í hagfræði. Þannig þú ert ekki að reyna að setja verðmæta mat á það sem er illa mælanlegt, heldur ertu frekar að reyna að verðmæta mæla peningana? Já, í rauninni að sjá þessi tengst, sko, af því að það skiptir máli til þess að geta síðan gert hitt. Af því ég held að það skiptir líka máli ef við ætlum að taka góðar ákvarðanir fyrir þjóðfélagið og svona að leiðrétta þessar peningalegu mælingar á hagvexti og allt þetta fyrir þessum hlutum sem við vitum að skipta máli. Og þá er mjög gott að geta sett á, þó að það sé kannski ekki alveg hárrétt, en að setja einhverja tölu á það til þess að setja það inn í peningalegu mælingarnar til þess að sýna hvað það skiptir í rauninni ennþá meira máli en við heldum að hafa spítala sem fungerar vel eða háskóla sem allir hafa aðgang að svona, að því við sjáum þá hversu mikils virði menntun eða heilsa og svona er. Menn hafa nú verið eitthvað að þessu svona mæla bara bæði hafa menn bara sett verðmiða á líf og heilsu og ég man eftir fundi sem var í Bíóparadís sem mætti listafólk og hann hélt erindi Ágúst Einarsson framlag listana inn í hagkerfið og teiknaði allt inn upp að ég man ekki hvort að listin væri 40 milljarða virði á ársgrundvelli og það var svo gaman að sjá þegar listamennin löbbu út úr salnum hvað voru glaðir allt inn væri komið verðmiði og verðmæti þeirra og var það svolítið fyndið af því að maður hefði haldið að þau væri með miklu meiri verðmæti í sjálfum sér heldur en peningarnir Nei og það er margir sem gera þetta og það er fólk sem vinnur með mér upp í háskóla sem er að þessu og ég held að það sé einmitt mjög mikilvægt bara svona ef við ætlum að halda áfram að einhvern veginn setja allt upp í einhverju kostnaðar ábatagreiningar þá er bara mjög mikilvægt að vera með peninga upphæðina fyrir það sem, öllu sem við vitum að annars verður ráða bara peninga á öflin öllu eða við segjum bara eitthvað svona en við vitum samt að það skiptir máli að búa í samfélagi þar sem fólk hefur aðgangur á menntun og hvernig ætlar þá að setja það inn í þessu jöfnu þannig ég held að það sé mjög mikilvægt að eins og hlutum eins og við stjórnum landinu núna til dæmis, þá er held ég alveg mjög mikilvægt að koma með svona upplýsingar inn í, og þá er mikilvægt að vita hvað peningarnir skipta í rauninu miklu máli fyrir velferð okkar, af því ekki eru við að búa til
þú veist, ekki búum við á Íslandi til þess að búa til peninga, heldur til þess að okkur, eða þú veist, að okkur líði vel. En að sömuleyti þetta eins og út að lýsa, að það tala fyrst verður að tryggja að fyrirtækin hafi góða rekstrargrundvöld til þess að geta átt fyrir hinu, þannig að heilbrigðiskerfið og menntakerfið alltaf svona secondary. Já. Það svolítið, fókusin þar. Já, hefur verið. Já, og ég náttúrulega, ég er mest að skoða bara einn einstaklingi einu og svona, þannig að ég er ekkert mjög svona góð í svona þjóðhagfræði í rauninni, en ég held að með því að fókusera á þetta kannski getur við séð hvað það skiptir máli að kannski ekki bara horfa á þá hliðar samfélagsins sem búa til beinharða peninga, heldur líka á það sem búa til verðmæti sem eru ekki í peningum. Og ég held að og þetta er ein leið til þess að skilja þetta vel, peninga og velferð og af því þetta snýst allt velferð í rauninni og hagfræði í grunninn snýst það allavega þessi svona eindahagfræði, mikrohagfræði sem ég skoða snýst í grunninn það. Og getur verið tæki til þess að byggja upp gott samfélag. Já. Herðu, þú sagðist að það var verið í heimspeki og farið svo í siðfræði og svo kemur hann inn, kíkir inn í hagfræðina. Ef við myndum ferðast með þér þar sem hún kemur og kíkir inn í hagfræðina, fannst þér hún vera svona, ég held ég hafi sagt við áður en við byrjum að tala við að hagfræðina veit ekki að fá smá siðfræði inn í sig? Ég held það sé alveg rétt, en ég held að það er líka kannski, þú veist, siðfræði veit ég kannski ekki að smá hagfræði líka og svona, þannig að þú veist, ég held að þetta sé bara almennt með marga greinar innan akademíunar, sko. Fólk byrjar að sérhæfa sig svo rosalega mikið að það gleymir að einhvern veginn átta sig á því hvað aðrir eru að gera og af hverju og hverja forsendundan eru fyrir alls konar öðrum hlutum í öðrum greinum. En mér fannst þetta alveg brjálað þegar ég byrjaði í hagfræði. Kíkja inn í þetta herbyggi. Já, af því mér fannst þetta bara allt annað. Mér fannst þetta bara í alvörunni vera annar heimur en ég var að koma úr. En síðan áttaði ég mig á því að þetta er annað tungutak kannski sömu hluti. Já, þetta er ekki eins kalt og svona einfelningslegt eins og það hljómaði fyrst. Nei, og það er kannski, þú veist, það er auðvelt fyrir siðfræðing eða heimsbygging einhvern veginn að gagnrýna eitthvað þegar maður heyrir bara eina setningu. En ég meina hagfræði er samt þannig að það er oft mjög stór hugtök sem kannski er ekki búið að útskýra neitt rosalega vel og þá hljómar það eins og fólk sé kannski. Hún hefur verið gagnrýnd undanfarið og sömuleyti líka vegna þess að hún varð bara hún hafði svo sterkan sess í pólitíkinni. Hún var eiginlega svona, pólitíkin varð eiginlega svona vísaði í einhverja hagfræðikenningar að svona ættu hlutinir að vera eitthvað svona og svo náttúrulega þegar hruni kemur að þá eiginlega fellur hagfræðingar bara upp í háskóla sem sögðu að pensumi væri bara ónýtt, þurfum að bara byrja upp á nýtt, þannig að sömuleyti þá og líka eins og þú varst að svona einhver leiti að vísa til svona homo economicus að þetta hefur verið hæðst að þessari hvað þetta var haldið upp í miklum hávegum af hagfræðinni. Að heimurum væri svona einfaldur, þetta væri eitthvað svona bara í svona módel af einhverju sem að fyrsta lagi er heimur ekki svona og öðru lagi þá er hann ekki svona eftir svona verðt hann sé svona. Nei, það sem mér finnst þess að hafa gerst var sem sagt að það var einhver kenning sem byggir held í grunninn á nýtjahyggju bara úr heimsbyggi sko, að við séum bara að reyna að hámarka okkar velferð og síðan voru settar alls konar forsendur til þess að vera auðveldar einhvern veginn að skilja þetta, auðveldar að setja þetta inn í einhver tölfræði, módel og síðan gleymdi fólk kannski hvað forsendur voru þarna að við séum að gefa okkur að allir séu þessi homo economicus sem bara getur einhvern veginn, er ekki með neina hlutregni og bara getur alltaf tekið alveg rökréttustu og hefur aðstöð til þess og hafa allar upplýsingar sem til eru og allt þetta en þetta eru bara einhverjum svona forsendur sem eru fyrir því að módeli virki og mér líður stundum eins og fólk gleymi því að þetta séu bara forsendur og alvöru heimurinn er ekki þannig en það er alveg klárlega, ég kom inn í hagfræði eftir hrun, þannig ég veit ekki almennilega hvernig þetta var fyrir sko og núna er mjög stór hluti hagfræði það sem heitir atferlishagfræði sem byggir mikið á kenningum sálfræðinar og svona það hvernig við högum okkur í alvörunni en ekki hvernig hagfræðin
hagfræðinni finnist þægilegt að við hugum okkur. Sko. Það er alveg skemmtilegt fræðasvið. Já, því það mikið. Þú komst í hagfræðina að hrunda, þannig að þá er alls konar fólk að reyna að byggja upp hér og þar. En það er líka það sem er svona hinn harði dómur á hagfræðina var líka eins og ég var að reyna að segja áðan að hún var höfð í svo miklum hávegum í pólitík, eða svona tiltekinni pólitík sem ætlaði að koma ákveðinu hugmyndafræði bara gera samfélagssáttmála okkar sem var kannski ekki þetta verja með rökum félagsfræði eða siðfræði eða öðru slíku, heldur var hagfræði notað að þetta væri hún væri eiginlega eins og lögmál að við yrðum að hafa heimi svona. Já, en ég myndi nú segja að það væri þá frekar, það er eftir rauninni að taka hvaða fræðigrein sem og nýta hana þannig ef þú bara, beitir þessu sem vopni í rauninni í einhverjum rökræðum og á mörgu leyti kannski var hagfræðin mikið innan hagfræði auðvelt, að það var auðvelt að nota hana til þess að gera það en það er ekki þar með sagt að hagfræðin öll, þetta eru félagsvísindi, þetta er ekki raunvísindi sem eins og kannski þarf að kannski hamra á oft að þetta er ekki bara af því að við erum að fást við fólk, við erum ekki að fást við náttúrulögmál þannig að það er meira þetta er spurningum að reyna að skilja hvernig fólk tekur ákvarðanir og af hverju við viljum þetta en ekki hitt og svona en ekki bara, hvað gerist ef hittastigi jarðar hækkar eða eitthvað eins og raunvísindin fjallum. Og ég var að vísa til svona þjóðhagfræði, en þú ert ekki í því, þú ert að skoða í smæstu einingum. Hversu smátt er það með að skoða peninga og velsæld? Get ég spurt þig að því hvenær á ég nóg? Nei, þú getur ekki. Ég gæti kannski svona reynd að reikna út með einhverjum líkunum sem ég með og sagt að í kringum þetta bil kannski með við þær ef þú segir mér hvað sem mikla tekið þú ert með og svona þá myndi ég en þetta náttúrulega ég er bara að nota svör einstaklinga við spurningum og reynir síðan að alhæfa út frá því þannig ég er aldrei eitthvað að reyna að segja að þessi einstaklingur þarf svona og þessi þannig heldur að meðaltali í samfélaginu er þetta svona. Já. Það verður átök núna í vetur og undanfarið misseri og þú veist að það stjettir á þann og það er svona augljóst að stjettabaráttan er að harna og meðal annars bæði að ofan og neðan og frá neðan þá hefur það komið fram bara í kröfum að fólk ef við nóg bara til að segja ísu á og eru þar langt undir þessum mælikvörðum það hvenær fæ ég nóg, það er bara svo langt ándir að getur hugsað. Hvernig er hægt að tala tengsl hamingju og peninga hjá þeim sem að eiga bara í erfiðleikum með að komast í gennum næstu mánaðamót og svo kannast við þetta þurfa að neita börnunum sínum með mýmislegt sem að börnunum þykir sjálfsagt og getur siðfræði, hagfræði hjálpað því fólki? Þú veist, ég myndi, ef í alvörunni fólk er ekki með nóg til þess að þá er það bara þannig, ég er ekkert að fara að rökræða við fólk það hvort að það sé með nóg eða ekki það veit það best sjálft og það er þannig gögnir ég að vinna með, ég er ekkert að meta hvernig útgjöldin er í raun og veru og þú veist, og meta hversu mikið fólk, ég held að fólk í svona stöðu þurfi, heldur er ég bara að nota gögn þar sem fólk segir bara, ég þarf svona mikið og það er bara mjög mikilvægt að við ef það skiptur okkur máli að fólk hafi það gott þá þurfum við fyrst og fremst að hjálpa þeim sem hafa það verst en það er samt líka þannig að þeim mun meira sem tekjum þeirra hækka þeim mun meira finnst þér þú þurfa þannig ég er ekki þar með sagt ekki að segja að maður er að halda fólki niðri af því að það hlýtur að vera einhver þröskuldur sem fólk verður að komast yfir til þess að vera við eitthvað Þetta eru skilaboðilega til þeirra sem að hafa það betur Já, eiginlega að fara að slaka aðeins á og það virðist líka vera að með við þessa rannsókn sem ég var að gera að ójöfnuður hefur áhrif á þetta samband líka að þannig að það er ekki bara þannig að í ójafnara samfélagi þá telur þið þurfa meira en þú þarft í jafnara samfélagi heldur líka það að tekjuaukning hefur minni áhrif í ójafnara samfélagi
það virðist vera niðurstaðan hjá okkur. Að, sem sagt að ef ég fæ 10% launahækkun og bý í mjög jöfnu samfélagi, þá gerir þessi launahækkun svo miklu meira fyrir mig en 10% launahækkun í mjög ójöfnu samfélagi. Þannig að, og þetta bendir til þess að við viljum reyna að minnka munin á milli fólks. Þannig að það ekki bara það að hækka laun þeirra sem eru lægstir, af því að það myndi augljóslega auka velferð, að hækka bara þá sem eru neðst, en líka að ná þeim sem eru efst niður. Þannig að ekki hækka alla jafnt. Það virðist, það myndi skila meiri svona velferð yfir allt landið. Það er klókara, það nýtist betur, þú getur ekki búið til meiri velferð með sömu peningum ef þú gætir þess að halda jöfnuð í samfélaginu. Já. Þetta er oft svona í öllum rannsóknum, það kemur alltaf ljós að jöfnuður er eiginlega besta mælitækið til þess að keyra bílinn áfram á. Já, og það skiptir máli. Þú veist, ég er ekki að segja kannski að fullkomin jöfnuður sé það sem við en bara allan við erum ekki þar, sko. Nei, við þurfum ekki bara ágjör á honum næstu aldirna, sko. en jú, ég held það mitt og af því að 10% líka tekjuaukning fyrir einhvern sem er tekjulægstur er svo miklu lægri krónutala en 10% tekjuaukning fyrir það sem er tekjuhæstur. Af því það er það sem ég er að skoða. Ég er að skoða hlutfallslega breytingu í tekjum en ekki krónumbreytingu, sko. Okay. En þarna erum við svona eins og horfa yfir á samfélagið og dreifa tekjuhækkun og sjá að það er með því að telja saman bætta velferð allra, þá nýtist það betur í jafnaðarsamfélagi. En segjum að einhver hafi það bara ágætt, þurfum við ekki að hafa neinar peningar áhyggjur og svona. Hvers virði er það fyrir hann eða hana að lifa í samfélagi sem er jafnaðarsamfélag eða ójafnaðarsamfélag? Fær velsetta, millistetta fólkið eitthvað út úr því að það sé minni ójöfnuður? Já, af því ég held þú þarft þá ekki af því að þá ef þú fær smá tekjuaukningu þá hefur það virðist að hafa samt meira áhrif fyrir þig þó þú sett svona ofalega þó ég sé kannski ekki alveg með það svona ég man ekki alveg nákvæmlega all smátriðin í þessu hjá okkur því ég þarf að hafa töluna fyrir fram mig en það er allavega svona það sem ég minnir að það skipti já og þú þarft heldur ekki jafn mikið til þess að vera við þessa þú veist að vera þessi meðaljón þá þarftu bara ekki jafn mikið í jafnarsamfélagi. Þetta þýðir eiginlega ef þú ætlar að bæta hamingju þína þá ætlar að sækja þetta í jöfnuði og svo einhverju betra fyrir þig. Fyrst að jafna samfélagi og síðan að bæta hag þinn af því þá færðu miklu meira út þessari aukningu já, algjörlega þannig ef þú en það náttúrulega en á samaskapi ef við ætlum að jafna með tekjudreifingu þá þarf einhver að lækka í tekjum þeir eru fáir já, og ég er ekki að segja þeir munu minnka velferð þeirra mun minnka við það en ekki jafn mikið og velferðin mun aukast hjá hinum sem fá tekjur. Og þeir eru færri af því þeir hafa svyklu meira og það er ekki þar með sagt að líka að velferðastigið sé eitthvað rosalega lágt sko, og þeir eru kannski í vanda sem er að ef þú átt 1 milljón þá vill eignast 10 og 10 þá vill eiga 100 og 100 þá vill eiga miljard og þú vill miljard þá vill eiga 10 og vill eiga 10 miljard þá vill eiga 100 þannig að sjálfum sér væru við bara að gera þenn greiða með að taka út úr þessari klikkun kannski til langstíma, ég veit ekki en jú, þú vilt í rauninni alltaf auka við þig af því að aukning er góð í grunninn, sérstaklega maður nota svona hagfræði kenningar sem ég er að byggja á sko. Aukning sé góð? Að tekið aukning sé góð fyrir þig, það er bara, ég held að það sé þá eftir að rannsaka það kannski betur en ég allavega get ekki alveg séð að það sé einhver punktu það sem meiri tekjur munu síðan minnka velferðinu, að þú komist upp á einhver topp og síðan meiri tekjur munu fyrir þann einstakling já, fyrir þann einstakling, ég held að það sé ekki til sko það kannski minnkar alltaf hver króna gefur þér í velferð en ég held að það fara aldrei í mínus sko
En fyrir heildina að þá þarf þessi þarna sem að vil fá ennþá meira og er á toppnum, það þarf svo mikið að sú aukning gæti gefið sko hálfri þjóðinni bara betri sælu. Já, eitt. Er þetta eitt af því sem að þú skilur ekki alveg hvernig þetta samfélagi virkar? Þú talar það þegar þú kostir í hagfræði, valdir að fara inn í hagfræði kúrsa til þess að skilja hvernig ákvarðanir eru teknar. Þetta er svona dæmi óskiljanleika samfélagsins, ákvarðanir ekki teknar með hliðsjón af heildarhagsmunum, hagsmunum sem allra flestar. Ertu einhverju nær það? Nei, það bara, það sem ég læri af því að vera í háskóla er bara þeim meira sem ég læri þeim minna veit ég sko. Því meira þetta að vita. Já. Þannig þetta þannig að nei, ég veit ekki alveg hvernig nei, það sem ég hef eiginlega lært er að þú getur náttúrulega fundið rök í hagfræði fyrir flestu og það er kannski eins og með margt af því að þetta er ekki raunvísindi þá getur þú fundið rök fyrir bæði jöfnuði en þú getur örugglega fundið líka rök fyrir ójöfnuði þannig að ein leið til þess er að reyna að nota gögn og það sem eins og ég er að gera til þess að reyna ekki að færa rök fyrir máli mínu bara með einhverjum kenningum innan hagfræði heldur líka að nota gögn til þess að sína fram á það haldi en auðvitað byggir það líka okkur tölfræði líkunum og gæti breyst ef maður notar öðruvísi líkan og allt þetta sko. Þannig að það er kannski það helsta sem ég hef lært það er að af því að það er kannski eins og þú nefndir sko, fyrir hrun, ég var náttúrulega bara í menntaskóla þá þannig ég hef kannski ekki alveg svona mjög skýra mynd af því en þá var þetta oft sett fram sem heilagur sannleikur en það er kannski það fyrsta sem ég lærði þegar að það er ekki þannig. Og hagfræðin sem að snýrað almenningi er kannski svo hagfræði sem að þeir sem hafa mestu völdin og mestan aðganga umræðinu vilja halda fram eins og þú varst að segja á þann. Þú getur fertur rauk fyrir jöfnuði en þú getur líka gert að það sem við sjáum er náttúrulega svo hagfræði sem að þeir sem eru valdamestir vilja flagga. Já, að einhver leyti, en síðan náttúrulega er örugglega fullt sem, þú veist, það hlýtur líka að vera eitthvað sem er bara engin kenning getur stutt, sko. Það er, en ég veit það ekki. En er það ekki bara, þú getur náttúrulega notað margt sem tóli í að reyna að samfæra fólk. Þú getur notað hníf til þess að skera brauðið, þú getur líka skada fólk. Já. Að þess að við ætlum að gera hagfræðina svo dramatísk. Herðu, Guðrún, takk fyrir að koma hérna og spjalla peninga og lífshamingju og hagfræði. Takk fyrir að fá mig. Ég þakka Guðrún og öllum gestum okkar kærlega fyrir komuna hingað að rauðaborðinu í kvöld og hlustundum fyrir að staldra hérna við. Bend ykkur á að þið geti hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfi samstöðarinnar með því að læka síðunar á YouTube og Facebook, dreifa efninu ef ykkur líkar. Þið sem að viljið hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna geta gengið í alþjóðfélagið á samstöðuna og það er félagsskapur hlustenda, lesenda og áhrenda. Félagsgjöldin eru eins og áskriftarsamstöðinni 2.000 krónur á mánuði.